Já, nú bara erum við að fara að prófa þetta. Við verðum bara að hreinskilja með þetta. Það er 20 mínútur í leik, 19 mínútur í leik, stúkan er að fyllast. Velkomin á heimavöll Hamingjunar í boði KFC. Síðasti leikur tímabilsins hjá Leikni og bikarmeisturum og bikarmeisturunum og ég vil ekki segja Íslandsmeisturum Leiknideildar. Verið hérna velkomin, kíkið bak við stúku, þetta alls konar ískalt og nýgrilla til sölu ásamt alls konar treflum, merktum stelpum og strákum. Kíkið bak við stúku, hvað byrja þar? Já, það er mjög mikilvægt að byrja leikinn fyrir aftur stúkuna, eins og Sverrir er að segja hérna í beinni. Á bak við stúku fæst hamborgarar sem eru að mínum mati þeir bestu á Íslandi. Ég held ég sé ekkert að ljúga því. En það er ennþá verið að testa hljóðið og Bjarki, hljóðmaður hérna, hann er núna grænlenski tæknimaðurinn okkar og er við það sem fyrir að fara að staðfesta hljóðið sér í lagi. Það væri betra að vita það sko, því að við höfum lent í að senda út leik og fá skilaboð fyrir 20 mínútur búnar að það heyrist ekkert í okkur. Það er verra. Þannig að ég er bara spennt eftir skilaboðum. Liðin er hérna að ljúka upphitun. Leikurinn kannski ekki mikið undir hjá okkar konum í dag, annað en stoltið og HK sömuleiðis. Þær geta ekki komist upp þó að vinna í dag. Það var útsýðan það í síðustu umferð og leikur Fylkis og Gróttu er í gangi á sama tíma kl. 1. Við munum fylgjast stöðunni þar og það er bara hreinn um sæti í bestu deildinni og eitthvað sem við vildum klárlega losna við að þurfa að gera í síðustu umferðinni en
En ég get að lofa ykkur því að hérna í dag verður ekki spilað til þess að hafa gaman, þetta verður spilað til að sigra fyrst og fremst. Þetta eru liðir með miklu sögu. Það gerir maður 3-4 ár síðan sem liðir voru saman á Víkingur. Og þessi leikir eru alltaf með smá auka krydd af þeim sögum. Þannig að við skulum bara vona að við séum að fara að fá hljóð staðfestingarnar sem við getum að tala eitthvað mástund. Bjarki er nú svolítið íbygginn og svipinn, allt í góðu, þið með alveg tala strákar mínir. Við erum ekkert professional hérna. Nei, við erum þetta í beinni sko, en það er ekkert skadað okkur hingað til að vera hressir. Nei, það er bara allt í góðu. Sjáum hérna að skellum upp á skjáa bara svona glæsilega skilti. Þetta skilti er hannað af meistaranum Herði Ágústssyni sem ég. Sýnir hvað er að vera að gerast þetta á klukkan hvað. Og við erum ennþá að bíða eftir skilaboðum frá tæknimannunum. Hann er náttúrulega grænlenskur, við erum að afsaka það. Hér er búið að tengja reykvélar, setja upp svið. Sverrir, ég kemur aðeins og tala við okkur í smástund á hans ferð. Hvað setja þess að það í mikrofónið? Segðu mér aðeins frá. Virkar þetta ekki glóðan? Herðu, við ætlum að fá Sverrir aðeins inn í beinna. Við mátti tala við hann áður í beinni. Hérna Sverrir. Já. Nú ert þú með alveg rosalega fallega rödd og akkurat núna hljóma ég eins og ég sé 30 ára. Nei, þú ert flottur. Já, ég er flottur. Hérna, nú ertu búin að vera hérna síðan hvað? Hvað ertu búin að lengi hérna í Víkinni að standa bak við tjöldin eins og fólk? Já, einhver 5-6 ár eitthvað laus. 5-6 ár. Já. Hvað fer mikill undirbúningur í þennan leik? Ég meina, Bjarki mætir þetta korter fyrir leik eins og vanlega og sest niður í stjörnusæti. Það voru einhver sem mættir þetta kl. 10. Einhverjum mætir kl. 10. Já, setjum sviðið af því að það var svona aðeins öðruvísi. Já, Bjarki segist að mætti kl. 10, er það rétt? Já, Bjarki mætti 10 og Jakob, held ég. Já, frábært. Svo mættum við hinir kl. 11 sem þurfum að sofa aðeins. Já, sumir 10:30 eins og ég. Já, þessi mikilvægustu sem að hafa ekkert að bjóða nema annarkosti rödd eða útlit. Já, ég er með hvorugt, þannig að ég kem bara seint. En hérna, já, hér er búið að við undirbúið allan dag og það eru reykvélar hérna á allir kanti. Það verður gert mikið úr þessu eins og hægt er. Ég held að sé meira að segja bogi með blöðrum bogi inni. Sá hann inni? Ég veit ekki alveg hvað hann mun síðan koma út sennilega fyrir aftan þær, ég veit það ekki. Já, ef hann kemur ekki út, þá ætla Bogi Ágústsson að koma og gera svona limbo. Klárlega, hann kemst á nokkuð leið. Hann er svo leiður af því að K.R. datt upp deild sko. Já, hann er að finna sér nýtt lið. Eins og Bóas, hann er búinn að finna sér nýtt lið. Bóas er mættur og Bóas, nefnilega, eins og lagið segir, Bóas er Víking. Bóas er Víking, það er bara þannig. Ég held að Bóas er miklu gáðari heldur við allir til saman. Bóas er bara að hafa gaman. Hann velur lið eftir því sko. Hann er bara að reyna að hafa gaman. Hvar er stemmingin? Ég sá að Gary Martin var að tala um þetta á Twitter um daginn. Hann sagði hvað er í gangi Bóas í stúkunni í Víking. En ég sagði bara Gary minn, hann er bara að reyna að hafa gaman. Það er ekkert gaman, veistu, bæ nú. Ekkert svona, það var gaman, þá var hann það sko. Við erum vona á einhverju tattúi hérna á einhverjum klipp hjá hann. Já, ég vona það. Það væri gaman að gera það bara í lok leiksins, en sko það er búið að setja hérna svið og ég sá að hérna Jakob fékk að nota fjórhjólið hans Bensa. Já, Bensi Junior. Bensi Junior. Þetta er búið frábært undirbúið. Við erum bara hérna, þú ætlar að vera í hérna MC Sverrir í dag. Já, MC Puff Daddy, eins og börnin kalla mig. Puff Daddy, ok. Puff Daddy, MC Puff Daddy. Gunnar Magnús, það er gott að fá smá skiptingu Gunnar. Já. Það er svona komin ákveðið þreytaði samstarfi við Gunnar en það er frábært að fá festlóður í búrið. Við byrjum kærlega að hilsa Gunnar, ég veit hann að horfa á, hann er þar í Berlín, einhverju í einhverju aflóða 90s diskoteki. Það hefur verið þannig á okkur Víkingunum að það þarf alltaf einhver úr einstakling að vera staddur í Berlín þegar stóri viðburður er í gangi og þeir tóku þetta á sig þessa helgina. En takk fyrir okkur Sverrir minn, bara við fylgjumst með eftir. Gangi ykkur vel. Takk. Bye. Herri, við ætlum að taka okkur smá pásu. Það eru 14 mínútur í leik akkurat núna og við komum svo bara inn fyrir svona 5 mínútur í leik. Förum við í byrjunarliðin, reynum kannski að grípa einhvern veginn smá spjall og svona, við reynum bara að hafa gaman að þessu. Sjáumst til smá.
KFC síðasti leikurinn í Lengi-deildinni þar sem að bikarmeistararnir, Lengi og bikarmeistararnir og Íslandsmeistararnir mæta HK. Byrjiði daginn alltaf og kíkja bak við stúkuna, það er allt ískalt og nýgrillað og treflar og alls konar dót til að kaupa. Kíkiði!
ennþá vinnum okkar HK og nágrunum fyrrverandi í síðustu umferð Lengjudeildarinnar. Við byrjum á að kynna lið gestanna. Númer 1 Sara Mjöll Jóhannsdóttir, númer 6 Brooklyn Paige Hentz, númer 9 Óladóttir, númer 10 Isabella Eva Aradóttir sem jafnframt með fyrirliði, númer 11 Emma Sól Aradóttir, númer 13 Emily Sands, númer 16 Hildur Lilja Ágústsdóttir, númer 17 Eyrún Vala Harðardóttir, númer 25 Lára Einarsdóttir, númer 26 Kristín Anníkudóttir Macmillan og númer 42 Sigrid Elisabeth Hubbard. Varamenn HK eru Sigríður Króknes Torfadóttir, Arna Sól Sævarsdóttir, Bryndís Eiríksdóttir, Ragnhildur Sóley Jónasdóttir, Sóley María Davíðsdóttir og Valgerður Lilja Arnarsdóttir. Svo tekur þar Laufey Björnsdóttir. Þjálfari HK er Guðrún Þór Einarsson. Þá erum við bara komin í beinavirk. Yes. Síðast skiptið í sumar. Síðast skiptið. Og ég hef ekki grunað að það væri það gengið svo vel í sumar. Nei. Við erum búin að sína frá okkur 20 okkar leikjum. Já. Heldina. Við ekki bara rennið yfir byrjunlegin ef við gera það saman tíma Sverrir eða? Já, Sverrir er búinn að fara yfir Gestina. HK, þannig að ég skal bara rúlla yfir byrjunliðið hjá HK. Þar er Sara Mjöll í markinu, nummer 1, nummer 6 Brooklyn Paige, nummer 9 Guðmunda Brynja, nummer 10 fyrirliði Isabella Eva Aradóttir, nummer 11 Emma Sól, 13 Emily Sands, 16 Hildur Lilja, 17 Eyrún Vala, 25 Lára Einars, 26 Kristín, 42 Elisabeth Hubbard. Varamenn Sigríður Króknes, Arna Sól, Bryndís Eiríks, Ragnhildur Sóley, Sóley María, Valgerður Lilja og Laufey Björnsdóttir. Það er Guðni Þór Einarsson sem að þjálfar lið HK. HK Stúlkufyrirtæki. Ég er ennþá fast í þessu fylkisleik. Herri, þetta ganga liðin um öllin. Glæsilegi fulltrúar okkar yngstu iðkenda hérna í bland. Það er stað á fætur og klappa. Þetta er bara ekkert meira, ekkert minna það við þig. Nei, spá að gera það líka. Já, það er ekki bara. Slappa með. Þetta með hérna Svafnir, fjármálastjóri Víkings, hann er mættur hér. Já. Tilur hérna inn. Og Óðinn, veðurfréttamaður, er að taka myndir.
Það allt eins og að vera hérna í víkinni. Ekki leifa bara myndur að njóta sinna aðeins og hérna lesa svo byrjunni bara þegar að saman tíma Sverrir. Já, ef að teikum hann bara. Verður hjartanlega velkomin á heimavöll Hamingjunar þar sem við Víkingar tökum á móti HK í síðustu umferð Lengjudeildar kvenna. Það er rétt að hilda ykkur upp, þetta verður geggjað. Sjá hana. Þetta einn ykkandi í markmannstreyju. Þetta er fallegt að sjá. Og þá er komin tíminn til að kynna lið okkar Víkinga. Við byrjum að sjálfsögðu í markinu nr. 1, Sigurborg K. Sveinbjörnsdóttir. Sigurborg K. Sigurborg Kallar og Bent Þessar. Nr. 4 Erna Guðrún Magnúsdóttir. Nr. 6 Kolbrún Tinna Eyjólfsdóttir. Nr. 8 Birta Birgisdóttir. Nr. 10 Selma Dögg Björgvinsdóttir. Nr. 17 Svanhildur Ylva Dagbjartsdóttir. Nr. 19 Klara Jónsdóttir. Nr. 22 Nadia Alladóttir. Nr. 23 Hulda Ösp Ágústsdóttir. Nr. 24 Sigdís Eva Bárðardóttir. Og nr. 35 Freyja Stefánsdóttir. Kannski bara heyrðist þetta bara fínt út sem við gerum neitt. Ég held það, ég skal, já. Varamenn okkar Víkinga Elisa Gíja Ómarsdóttir, Emma Steinsson Jónsdóttir, Helga Rún Hermannsdóttir, Bergdís Sveinsdóttir, Hafdís Bára Höskuldsdóttir, Birgitta Rún Ingvardóttir og Halla Hrund Ólafsdóttir. Þjálfari okkar Víkinga John Henry Andrews. Dómarar hjá okkur í dag Magnús Garðarsson, aðstofadómarar Magdalena Anna Reimus og Mikael Esek. Haldi nú. Ég skal rúlla bara hratt hérna yfir þetta. Lið Víkings þannig skipað í dag að í markinu Sigurborg Katla Sveinbjörnsdóttir, svo koma í vörninni Erna Guðrún, Kolbrún Tinna og svo er það Birta Birgis nr. 8, 10 Selma Dögg Björgvins, 17 Svanhildur Ylva, 19 Klara Jónsdóttir, fyrirliðin 22 Nadia Alladóttir, 23 Hulda Ösp, 24 Sigdís Eva, 35 Freyja Stefánsdóttir. Á varamannabekknum eru Elisa Gíja sem er virkilega gaman að sjá komin hérna aftur í hópinn, hún er verið meidd lengi. Emma Steinsen, Helga Rún, Bergdís Sveins, Hafdís Bára, Birgitta Rún og Halla. Já, og hérna skringileg uppsending á vörninni, sem finnst Freyja að vera í hægri bakverði. Já, þegar þú skrifir leikinn að hún væri ekki leikfær en Emma, hún væri með einhver ökla óþægjandi. Síðustu leikurinn á tímabilinu eru þegar búin að tryggja okkur titilinn. Endilega smiðjum okkar stelpur í bestu. Koma svo, áfram Víkingur! Það er náttúrulega erfitt að vera flottur og Sverrir, þannig að ég ætla nú bara að reyna að njóta hérna. Og leikurinn er komin að stað, leikklukkan er komin að stað og Víkingar eru byrjað að syngja, þannig að þetta er alltaf að vera Freyja í hægri bakverðinu. Já, þetta er skemmtileg. Ég bara man síðan að spila þessi stöðu áður og ég ætlum að fylgjast með henni síðan í leikskóla. Já. Loftar Forte, Eilskip, Katrín, Lengjan og svo náttúrulega KFC sem býður okkur á þennan leik. Við þakkum þeim kærlega fyrir sem að styðja okkar bikarmeistara Víkings til sigurs í dag. Víkingur spilar í treyjum frá Macron, hönnuðum að Bergi Guðna og Halldóri Smára. Koma svo, áfram Víkingur! Sverrir er nú ekki, hann er ekki að gera þetta í fyrsta skipti eins og heyrðist. Ég er eiginlega bara alveg starstruck. Hann er með eitthvað handrit sko, hann getur alveg eins, þetta er bara ít og play sko. Já. Hann er alveg með þetta. En hérna er Birtar á miðjunni, vörnin er á öðru leiti bara svona eins og við þekkjum hana en Tara hana, en þarna er Sigdís, kemur fram öllin hérna, en Nadia er svolítið einn hérna, ekki margir með henni. Nei, við erum svolítið búin að láta þrýst okkur hérna niður með alla miðina. Við viljum það ekki sko. Já, vel gett hérna á Nadiu, hún gefst ekkert upp. Þessi bolti fer upp í hornið, þar er enginn.
Það var eins gott að búið að slá vel hérna í hornunum. Já, mér skilst að Jakob hafi tekið einu umferð á vélinni á hann, sko. Þannig vorum við aðeins að fá Fargur framar á völlinn. Birta á þessa iconic myndasetta með 4 putta. Ég veit ekki hver útskýringin en okkur fannst það passa svo vel við þessa 3 bikara og svo besta 2024. Já. En það var svolítið skemmtilegt, hún var eina sem fagnaði svona kannski svona, hvað segja groddara myndtökunni. Já, mjög flott mynd. Mér finnst tæknimálinn bara verið í ágætismálum. Já. Og ég held ég séum bara í fínu standi til þess að bara hefja hana leik svona, ég er ekki alveg mættur á völlin. Nei, það er svona einhvern veginn. Það er ekki alveg lendur, þetta er skrítin tilfinning að þessi síðasti leikurinn. Já, ég veit ekkert hvað ég á að gera í vetur, sko. Nei, við þurfum bara að lýsa einhverju þá, við þurfum bara heima. Finnum okkur eitthvað. Gera fjölskyldun okkar brjálaðar. Við þurfum að lýsa gamlum leikjum. Þannig kemur Selma. Selma sterk hérna. Vel gert. Tara, út á Sigdísi. Sigdísi hérna hægri kantinn núna, eða vanlega á vinstri kantinum. Já, hún dansar hérna gegn og fínt skot. Skot og mark, við tökum þessu tölfræði. Já. Talandi tölfræði, ég er búinn að liggja aðeins yfir bókunum undanfarna daga og Þú ert búinn að kafa í gögnin? Já, ég kafa í gögnin og skoðaði alla leiki, keppnisleiki frá 1. janúar. Ok, þetta ár sem sagt. Þetta ár. Ok. Og það eru allar stelpur búin að skora. Nema fyrir þetta markmennina. Já, menn að Katla náttúrulega skuldar. Já, þetta kemur. Það kemur. Nema 2, ég ætla að leyfa þær að giska. Ok, ég held að sé Svanhildur. Nei, hún er búin að skora. Ok, byrju, þá ætla ég að fá giska aftur. Þetta telst ekki með. Tara er ekki búin að skora. Jú, Tara er búin að skora. Byrju, ok, byrju við þess. Ég ætla þess að fá að hugsa þetta hérna. Geðum við smástund. Já. Sko, Kolla er búin að skora, Erna er búin að skora. Já. Emma er ekki búin að skora. Emma er ekki búin að skora. Emma er ekki búin að skora. Veitu, hver er þá hinn? Hver er leynileikmaðurinn? Já, það er engin önnur en Helga Rún. Heyrðu, Helga Rún Hermannsdóttir er ekki búin að skora. Það er skulda í dag. Það væri gaman að fá 3 víti og láta þetta klárast í dag bara. En Emma, skilst að hún sé nú ekki að fara að taka þátt. Ég held að það sé nú ólíklegt, eða ekki? Já, held ég eitthvað, meiddist á æfingu í gær og var eitthvað tvísýnt. Þannig að ég veist að hún komi við sögu hér og nái að skora. En svo er það kannski líka annað mál með markaskorunni í sumar. Hún er ekki búin að vera á hendi einnar konu, sko. Hún er búin að dreifa þetta fáralega vel. Já. Nati er búin að skora held ég 9-10. Hún er ekki á topp 5-6 í deildinni. Nei, samt erum við með langmest mörg skorur, sko. Já, ég held að sko Sigdís, Nadia og Bergdís og mögulega Selma eru alla búin að skora, já, töluvert mikið. En þessar 3 hérna, Nadia, Sigdís og Bergdís eru langmarkahæstar. Hefði þetta ekki með skemmtilega sendi ekki í gegn og Sigdís er alltaf með hennan gír sem við talaðum með allt sumar. Já. Setti í hann. Já. Þarna var speið Selma, hún nær boltanum. Gerir hún. Passa sig að Laufin sem er byrjað að falla hérna í fórsvæðinum truflusíki. Já, Freyja með háan bolta. Býð Hulda alein. Nei, hún er ekki skallanum. Vel leist hjá HK. Já, góð vörn. Frábær móttaka þarna. Mjög vel gert, en Svanhildur er búin að vera alveg, við erum búin að tala með þetta í einhverjum einasta leik að búin að eiga gott sumar og svona. Það er bara búin að vera rosalega jöfn og góð framistæð hjá liðinu í allt sumar. Já, algjörlega. Svanhildur byrjaði náttúrulega svakalega vel að skora í 2 fyrstu leikjunum. Einmitt. Átti nú 1 hérna upp í skeytina móti Aftureldingu sem að einhvern þarf að rannsaka okkur var ekki mark, sko. En við vorum að ræða þetta eftir síðasta leik að velja hérna leikmann mánaðarins og þá var bara svolítið erfitt, sko. Já. Það er erfitt að taka 4 út úr hópnum og... Nákvæmlega, það var bara mitt. Enda ágústmánuður var svolítið góður. Hann var gjöfull. Það er bara þetta hérna, við erum gaman að sjá að Selmarandri hefur ekki lagt það í vana sinna að byrja leikina hægt og rólega, sko. Nei. Það er helvítið dísilvél þetta miðinni, sko. Það er kraftur í henni. Gaman líka að sjá Törun ná nokkur leikjum í röð. Hún datt svona aðeins út úr liðinu í miðbik mótsins. Það er búin að ná að spila núna einhverja 3-4 leiki í röð. Já, það er mikil reynsla þar. Hulda gerir þetta vel hérna. Kemur sér fram hjá bakverðinum. Kemur hún fyrir, býtu. Nei. Jú, hún kemur sér alltaf fyrir og Selma mætti! Þessi fór yfir. Þetta er highlight. Við ætlum alltaf að tilkynna útskýringum fyrir highlights. Og nú ætlum við að byrja með við ætlum að taka hérna, fyrir að skella bráðum í Pickford bingoið. Já. Vinsæla. Þetta er, sko, HK nú ekki, er ekki margir úr Kópavoginum sem að hætt sér hérna yfir Það er ekki fært yfir leikinn. Það er ekki fært yfir heiðina. Það er ekki. Brúin er
En það er ekki margir frá HK, en hér eru, ég myndi skjóta að vera ekki undir 400 víkingar hérna, sko. En ég er nú ekkert sérstaklega naskur að giska, sko. Nei, það er bara nokkuð full stúka. Við bíðum eftir... Það er fjölmennt og góðmennt í dag. Bíðum eftir tölum frá Bensa. Já, Bensi, hann náttúrulega er væntanlega bara heima að strúka gólkílurnar. Já, erum við ekki með okkar besta? Jón Ólaf Sand hérna. Nei, ég held að Jakob að tekið því. Hérna er HK komið í svakalegt færi. Fá full mikinn tíma hérna og hvað gerist? Nei, og það byrjar á marki. HK byrjar á því að komast yfir hérna á 8. mínútu leiksins. Getum ekki sett miklar kröfur á markmann þarna. Þetta er alveg stöngd og stöngin inn. Órendi, hver var það sem skoraði það? Leikmannum Nú verðum við bara að treysta á vini okkur í fótbolti.net sem eru ansi naskir í að koma þessu inn hratt og vel. Og meðan við býðum eftir því og getum við bara tilkynnt ykkur það. Það er 0-0 í leik Gróttu og Fylkis. Já, það var Guðmunda Brynja sem skoraði þetta mark. Guðmunda Brynja Óladóttir, nr. 9. Já. Kemur HK yfir hérna. Nr. 9, Guðmunda Brynja Óladóttir sem skoraði. Já, það var vel afgreitt hjá henni hérna, stöngin inn. Og vel afgreitt mér líka að jinxa hérna að spyrja krafti pælingarna. Þetta var flott hjá mér. Já, klikkaði nýtilega þarna í vörninni. Já. Náðum ekki að hreinsa á... Ég grunar að sé, ég sagði fyrir leikinn aðeins þegar ég var að testa hljóðið hérna og fólk var að bilast á röddunum minni. Já. Þá held ég að þessi leikur verði nú ekki einhvern veginn svona. Þetta er bara sagan hérna með þess að liða stærri heldur en svo að þetta sé einhver leikur sem skiptir einhver máli. Já, akkurat. Og sáum það nú í Lengjubikarnum hérna fyrst í mars eða apríl. Já. Það getur soðið upp úr minnsta tilefni. En hérna, ég held að það hafi nú í fyrirleiknum í deildinni upp í Kór, ég held að það hafi nú verið alveg... Það var bara mjög flott og líka bara umgjörðin, fagna því og umgjörðin í HK og þeirleik var frábær, stemmingin góð og það var bara góð leikur og virðing í báðar áttir. Já. En þetta er ekki það sem við stöndum fyrir hérna í Víkinni, það á að vera gaman. Já. Og það er búið að vera gaman hjá okkur í sumar, vonandi náum við að enda þetta tímabil á 3 punktum í pokan góða og býtum við, þarna var Kolbrún Tinna ekki langt frá því að setja hann inn. Hún hefði þetta verið með taklið upp. Já, eða á enninu. Já, einmitt. Og hérna, við kannski skellum í fyrsta, þarna mátti engu muna í dag. Ég held það. Já, það er áhugaverð viðureign út á Nesi. Fylkir fór niður í fyrra, ekki? Jú. Já, þannig að Grótta hefur aldrei spilað í Efstadeild, þess að ekki satt. Það gæti farið þannig að Grótta væri upp í bestu og KR niður í aðra deild. KR er staðfest niður, ekki? Já. Þannig að KR er að fara að spila móti einmitt Einherja sem að standa núna í söfnun fyrir leikmann sem lést sviplega núna í daginn og var alveg ótrúlega fallegt að sjá samstöðun í knattspyrnusamfélaginu undir þetta daga. Það er búið að vera bara hvert liður fætur öðru að tilkynna einhverjar safnanir, sko. Virkilega fallegt. Sendum samúðarkveðjur austur. Já. Tara kemur þetta með boltan upp. Þarna er Nadia á bítu. Birta var hérna læðast á bakvið en HK... Chaylin, segir maður Chaylin? Chaylin Elizabeth Hubbard. Já. Það lítur að vera, hún er í banni, nei, hún er nummer 6, þannig að ég sá hann ekki, Brooklyn. Okkar, hún hefur skorað eitthvað mörk í sumar. Já. Kemur Erna alltaf þennan. Og hún er grimm. Já, vel gert. Þetta er útspark allan daginn, dómarinn lesið þetta rétt. Línuvörðurinn eða aðstofadómarinn flokkar hérna. AD1 er það sem er á bekknum. Já, það er góð spurning. Veist þú þetta, Sverrir? Þetta er nefnilega eitthvað sem ég tek upp úr Dóttarfútból, sko. Við segjum þetta að sé AD2. Já, ég held það. Jú. Ekki? Jú. AD2. Stóð sig vel hérna. Kolla kemur fram hérna en HK vinnur boltar strax tilbaka. Já, þær eru að byrja betur. Já, það er alltaf að mæta hérna og sína það að þær eru væntanlega svekta með hvernig en tímabili fór. Já. Selma, grjóthörð. Þetta hafði ekki verið planið á HK að fara ekki upp. Þeim var spáð upp í ótímabili spánni. Einmitt, heimavöllurinn byrjaði að spá því að HK myndi vinna og Víkingur er í öðru. Svo var því snarlega breytt eftir gagnrýni úr Víkinni. Já. Sem átti svo rétt á sér. Já. En þarna kemur Nadia, nei, það er ekki, þetta meirist Hulda að fengi eitthvað högg. Ekki gott. Hún er
Hún með Húsavíkur blóð í sér og lætur ekkert hæða sér. Freyja skalla hana frá, en Býtur við. Hver ætlar að taka hana? Það þarf nú aðeins kannski að setja eitthvað út í kaffi hérna í stelpunum fyrir leikinn. Það að byrja svolítið svona, ekki sofandi, það svona þessi ótengdar. Já, herru, HK missir hérna boltan út af. Það vingast á frábæru stað. Já, þetta er sennilega stórhættulegum stað. Gaman að sjá að það er ennþá að bætast í hérna og hér erum við með allt aldurspilið frá, mér sýnist Batn Nadíu þarna vera með Afa Alla. Já. Alli er nýbúinn að setja hól í höggi í, hvað var ekki, Breitlandi og hérna í vikunni. Já, það. Já. Og hérna, hann er mættur að passa Batnbarni, að hérna mistu við boltan og við hefðum viljað fá aukaspyrnu þarna. Já. En við erum ekki hlutlausir. Segðu okkur eitthvað um markmanninn, Bjarki, þú ert með þessa markmenn alveg á hreinu í lengjudildinni, Sara Mjöll. Já, ég kannski veit nú ekki rosalega mikið um hana en hérna HK var með erlendan markmann bara í fyrra og ég held að það hefur verið búist við að hún yrði með þeim í hérna sem aðal þá? Já, sem aðal og þá held ég að Sara Mjöll hafi verið varamarkmaður en hún er búin að spila alla leiki HK í sumar fyrir utan held ég einn gekk rautt spjald í leiknum áður en að Víkingur spilaði við HK í kórnum en hún er búin að standa sér gríðarlega vel. Þetta er frábær fyrirgjöf þarna og hann er sitt í smætt. Frábær sending. Framsending. Já, svo eru þetta jafnaldrar í markinu, hún er sem er á bekknum með jafnaldri í Kötlu. Hún stóð sér líka heldur betur vel á móti okkur, hún Sigríður Króknes. Hún var hérna, já, hún átti bara stórkostlegan leik á móti Víking í kórnum. Heyrðu, býtum við, þarna er komin eitthvað þvægilega í gang og við okkur líkar þetta. Já, til í þetta. Gamla góða hérna spilum boltan, það verður vesinn inn í teig. Við rættum við aðra útsendingunni, ég hef rættað við John og þjálfarana en enginn aðeins skilur þetta sko. Þeir fagna þessu bara. Já. Svanhildur, nær ekki þessum fyrir. Þær eru aðeins á undan. Tara lætur finna fyrir sér. Þú þurfum bara að vinna boltan. Já, þarna þekkjum við þetta. Vel gert. Þarna er nú svolítið hakkast í henni Huldu okkar. En við höfum kannski talað með þessi Sumarbergi að hérna, það er náttúrulega ekkert langt síðan að markmannsstaðan í kvennaboltanum. Ég ætla bara að segja hreint út, kannski við erum hendur út úr fyrir þetta en hún var svolítið svona einhvern veginn, smá grín einhvern veginn. Það er kannski 15 ár síðan, 20 ár síðan að það var bara verið að setja maður svo myndbönd að einhverju rugli. Hún eru bara komið með, sko við erum með svo margar. Já, það er alveg ótrúlegt að skoða að reyndar töluverð vandræði núna með A-landsliðið. Þar að við erum að teygja okkur svolítið í yngri markmenn núna en sem er bara frábært líka. Þær þurfa að fá reynslu og Sandra er að koma inn aftur núna sem gott fyrir yngri stelpurnar í A-landsliðinu að hafa reynsluna með sér. En svo ef maður skoða bara hérna bæði U23 og U19 bara og neðar, það er bara fáránlega góð staða á ótrúlega sko á markvörðum og hérna hitti Söndru fyrir tímabilið og hérna töluðum við þetta sko. Hún tók að sérstaklega fram og hún sagði bara einhvern hennar ferli Hulda næstu komið í gegn að hérna, já hún bjóst ekki við að hún er alltaf búin að fá að lifa þessa breytingu allar sem feril. Já, akkurat. Sjá hvað þetta er orðið mikil fjöldi af frábæri markmönnum. Og það er með bara var ekki U23, þar eru við með Lindulíf og Emmu Steinsen. Já. Og svo var U19 tilkynnt. Það eru Sigdís, Berdís og Katla. Já, Hvolpasveitin. Já. Freyja ekki valinn. Nei, mig grunar að það sé eitthvað U17 ævintýri líka. Ég gerir ráð fyrir því. Það er nóg að gera hjá okkar konum framöndan. Verkefni þeir eru ekki búin í vetur. Nei, við förum bara að lýsa þeim leikjum. Já. Það var ekki leðilegt. Ef ykkur hlustar á KSÍ þá bara endilega láta okkur vita. Við tökum ekkert mjög mikið per leik sko. Nei. Það er ekkert háar upp að þér. Við erum bara svart hangklæði og svartar M og eitthvað svona. Já, bara svartur M&M og ég kem korter fyrir út. Hérna er Selma, hún er bara á til að koma þessi í þessa stöðu þarna. Þá gerist eitthvað skemmtilegt. Hörðu, Birta tekur hann vel niður. Hún setur hann. Þvílík sko. Þetta Birta nefnilega, maður ekki að tala um. Ég er búin að segja þetta í allt helviti sumar. Ég vil sjá Birtu á helviti débúan. Sjá hann þarna aftar, hún er frábær miðjumaður, frábær varnarmaður, hún er líka stórkostlegur sóknarmaður. Þetta var frábært skot þarna hjá Birtu. Tekur þetta skot ekki, finnir þetta ekki bónus? Nei, en líka vel gert hjá Söru að verða þetta. Mér finnst okkar maður Bóas vera á trómunum.
Sigdís kemur bolta fyrir, frábær hotspinna. Selma. Þarna dæmir hann ekki neitt, en þarna virðist Brooklyn hafa meitt sig, ef ég sé ekki rangt hérna. Hann stoppar leikinn, hún virðist hafa meitt sig eitthvað illa. Vona að þetta fari vel að því að við höfum sáum hérna í leika á móti Grindavík, held ég Lengjubikarnum, þar sem það voru 4 sem meiddust og crossband og allir fjandinn. Við viljum ekki sjá þessa hluti. Við viljum alltaf hafa sterkustu liðin í Já, það er bara hræðilegt og við sjáum það bara á hérna okkar eigin leikmennum sem hafa lent í þessum meiðslum að þetta er hræðilegt. Já, leiðin er löng tilbaka. Við tókum hérna hana Elísu og hana Unnbjörgu í podcastinu daginn. Já. Þá sagði Elísa við mig svona undir 4 að þetta er, og María líka talaði um þetta, þetta er helviti langur vegur en þær eru partur af hópnum, þannig að þær hafa alltaf einhvern veginn verið partur af, sko, þær eru ekki dottnar út úr hópnum þó séu meddar, sko. Nei, það er maður fagnar því hvernig þjálfarateymið hefur haldið utan hópinn plus, sko. Já, akkurat, þetta er bara mjög mikilvægt og eins og þær tvær kannski sérstaklega María og Elsa G hafa verið mjög mikið inn í hópnum. Já, verið í kringum liðið. Já, í kringum liðið og í liðsstjórn og allt þetta. Saman með Dagbjört, ég sá hann eða þaðan og spurði hana bara spurningarna sem má ekki spyrja, bara hvernig ertu sett? Og hún segi október og hún segi þetta er bara komið gott og hlakka til. Hún misti náttúrulega bara raunverulega, hún náði einum leik held í lengjunni, eða ekki? Eða náði hún engum leik? Ég held engum. Nei, hún tekur þá allt tímabili. Hún vonandi kemur bara sterkari tilbaka og er þetta með reynslu frá 3 leikmönnum í liðinu til að sækja í. Algjörlega. Ég er með Nadíu daginn að, þú veist, ég er bara eitthvað mér illt í bakinu og ég er með hausverk og eitthvað svo bara, það er eignuðist barn í fyrra, sko, þetta er galið, sko. Já. Þetta er alveg magnaða týpur. En frábæra fyrirmyndi, það er alltaf að yngjast líka, hún sagði um þetta, það er ekki lengur þessi að bíða með börnin, þangað til að þetta ferillinn er komin á seinni partinn. Skiptir bara ekki máli lengur. Nei, nákvæmlega. Það er nú ein landsliðskona eða 2, já, Elsa Viðars er. Já, hún er rólegt eftir. Rólegt, já. Og er ekki Dagný? Og Dagný, jú. Já. Þannig að, já. Hún er nú bara samningi á West Ham, gera þær betur. Já, nákvæmlega. Já, þetta er búið að vera skemmtilegt sumar og ég er eiginlega svona pínu meiri yfir hvernig þetta er búið að vera. Því í vor þá vorum við bara að grínast eitthvað, að reyna að prófa eitthvað. Já. En við erum búin að fá að fylgjast með mér ekki einasta leikið á heimavelli og ná held í öllunum að 2 á útivelli. Já, akkurat. Og það er sem einhverjur er sendt út, sko. Þetta er alveg búið að vera frábært. Já, algjörlega. Bara vonandi verður meira af þessu í lengjudeildinni næsta. Já, ég held að flest liðin hafi sko átt að segja á því hvað þessu öðvöld þetta er og til dæmis tökum bara Framarana sem dæmi. Já. Frábært settu sem Framarana settu upp að það voru 2 ungir strákar úr 3. flokki held ég örugglega sem eru á öðru ári í mentó, fengu þetta sem kredit í skóla. Já. Þannig að þeir fá 2 tíma á viku til að undirbúa sig fyrir einasta leik. Mér finnst það alveg geggjað. Þeir voru miklu betur undirbúinir en við. Jó, þeir vissu allt bara í hvað skóla. Þekktu okkar stelpur líka alveg aðtilög, sko. Svo líka káaníkarnir, það voru Jói Jóhannes Bjarna. Já. Ég náði ekki, það er ekki ungi Blíkin Já, hann, hvað heitir það? Alveg slefi, ég man bara leikmenn stelpuliðana, sko. Ég man ekki þessi strákar, sko. Heyrðu, það eru börur. Æ, þetta er ekki gott að sjá. Hún er ekki staðin uppi það. Jú. Er það? Jú, hún er staðin upp en þeir sé Númi og Óli, Unnbjörg og Sigurbjörn, doktor Sigurbjörn er mættur með doktorinn á hliðlínunni þá ég vona að þetta sé nú ekki alvarlegt en þetta hlýtur að vera eitthvað meir en ekkert, sko. Það er og gott ef mér sýnist ekki leikmannum 80 að vera að koma þá inn á í staðinn sem er Bryndís Eiríksdóttir. Já, þekkjum hann ágætlega í Víkinni. Æfði alla yngri flokkana upp í, ég langar að segja 3. Hún hafi farið yfir í Val þá. Við skulum bara kanna hvort það er rétt hjá þetta. Við erum bara með aðgang á internetinu, það þarf ekki að giska lengur. Þetta er bara svona. Hún er í 4. flokki, í B-liðinu. Já. Hann er klappað fyrir henni, sýnist að vera Brooklyn. Er ekki rétt skiljað mér? Það vonar sér ekki, jú, þetta er Brooklyn Page Ends og bara óskum hennar bara skjótum bata. Já. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Það er þá leikmaður númer 18 segir sem kemur inn. Já, leikmaður númer 18 kemur þá inn fyrir Brooklyn. Hún er númer, samkvæmt minni skýrslu 6 eða ekki? Jú. Já. Leðilegt að sjá svona og sendum góða kveður í kórinn. Já. Og kemur leikmaður 18, Bryndís Eiríksdóttir. Já,
Bryndís kom til HK á láni frá Val núna í vor. Já, við séum, hann var í HK líka, nei, hérna í KH, segi ég. Spilaði KH vantarlega í fyrra. Já, það var 2005 og kom með 60 leiki í meistaraflokki. Það er mjög flott. Það er eins og Debra, einmitt. Nadia, djúvill getur verið leiðilegt að hafa þetta í bakinu sem er vel gert þarna, góð pressa. Já, Sigdís eldir þetta. Hún hefur betur en Lára þarna. Já, hún er með ótrúlegt vald á þessum bolta. Ekki er Sigdís. Já, hún bara tekur auðvitað síðan og vinnur hornspyrnu. Það var sérstaklega gaman að fylgjast með því í bikarúrslitunum því við náttúrulega mistum af útsendingunni, við vorum náttúrulega bak við tjöldin á fullu. Þá horfði ég á leikinn í baði, ég gerir það alltaf eftir leikinn, mjög gaman, ég og Gaui hérna í stjórninni. Bara saman í baðið? Nei, bara sitt hvort baði sko. Og þá sá ég í umfjölluninni að Sigdísi var svolítið svona, fólk var bara að fatta hana. Ég er að segja vel að það sé svolítið svona sem við erum búin að gera, annars vil ég monta okkur eitthvað, þetta er bara það sem tilgangurinn. Þú var að fatta að það eru fleiri leikmenn heldur en í bestu og í landsliðinu. Erna hérna alein. Sigdís, nei, við fáum aðra hornspyrnu. Já, hann prófíllinn er búinn að stækka og það er náttúrulega sem við kannski vissum bara lengdin yrði ekkert eitthvað grín í sumar. Það eru bara 6 lið sem hefði komist upp. Já, þetta voru svakalega spenna. Hörru, Grótta er komið yfir. Grótta er komið yfir og eins og staðan er núna þá er Grótta í bestu deildinni. Já. Það er spenna. Ég hafði haldið að Fylkir myndi taka þetta en sjáum til. Þetta er boltinn. Býtu. Sigdís tekur bara skot. Nú fyrir að koma víti. Þessar nýju hornspyrnur okkar, við vorum að keyra þá í kerfi sem að lágir boltarinn á teginn. Þannig erum við búin að taka þetta er svona 12. skipti í röð sem sé þetta hot koma. Kráta á markmanninn og hann móti afturhendingu, það var bara fyndið. Hún er alltaf 1,90 hæð og hrikalega sterk sko. Hún greip þetta allt saman. Sjá hvað Sigdís gerir hér. Tekur þetta fjær hérna, hann er golla mætt en Svanhildur eldir þetta uppi hérna á fjæri á. Sendir hann aftur fyrir og það er hornspyrna. Þetta er fjórða. Hún var með á mildaðan. Hvenær er það dæmt víti? Hvað er margar hornspyrnur þá? Já, það er held ég 10. Það ætti að vera, minnst það er svo geggjur regla að væri sko. Bara 10. hornspyrna, það er bara víti. Við máum klára þessu svo neitt. Hann er Birta komið með hann. Frábær hornspyrna. Freyja í ókunnulegri stöðu kannski. En frábærlega leyst hjá henni. Birta kemur henni fyrir en hann er gripinn. Og Selmu sem sendir hann. Hitt hann ekki alveg nógu vel hérna. Hann fer ekki út af boltinn en Selma heldur honum. Já, vel gert. Hérna hjá Freyju og Birtu. Tara með skemmtilega sendingu hérna. Geggjaða sendingu upp í hornið. Frábærlega gert. Og Selma, nei hún er ekki kraft í fyrirgjöfin og virðist að hafa eitthvað aðeins sparka í jörðina. Já, við gleymdum að slá þarna. Jakob hefur ekki sleið hornin sko. Já, gaman eins og Töru. Tara er búin að stíga heldur betur upp í síðustu leikjum. Það var með eina af þeim sem var nefnt hérna í hlaðvarpinu af fyrirmyndum okkar sem One to Watch í sumar. Svo kom bara ljós að allt liðið var bara One to Watch. Það er bara þannig. Þá með þetta hérna landsliðsþjálfarinn okkar góði Steini, hann hérna tjáði sig aðeins okkar lið í vikunni. Já, það var mjög áhugavert. Sagði eftir að spenntur að fylgjast með þeim í bestu en hann hefur greinlega verið spurður eitthvað út í ég skal viðurkenna hann bara sjálfur, ég hefði nú alveg viljað sjá jafnvel, eitt nafn klárlega ég hefði ekkert verið reiður að sjá 2 Í A-landsliðinu? Já, ég hefði alveg viljað sjá hana Ernu og hana Nadíu fá sénsinn Já. Það kemur Ekki nægilega mikið biti í okkur konum en þá Nei, það vantar eitthvað Það er aðeins upp á þetta. Ég hef tilfinningunni að Freyja endir nú ekki leikinn í hægri bakverðinum. Nei. Við erum nú ekki sérstaklega klárir í að spá fyrir hlutina í skiptingunum en við vitum tvennt. Já, það er 65. 65 og það er ekki verið að prófa hluti, það er búið að pæla í þessu. Já, já. Þannig að... Algjörlega. En allur bekkurinn er að hita á fullu þannig að hann er tilbúinn að rífa í kikkinn. Hann hefur nú skipt í hálfleik reyndar, það er reyndar í sumar, hann hefur nú gert það. Já, það er reyndar rétt. Ég held að sé að Gunnar Magnús hefur ekki tekið konuna með sér til Berlínar. Já. Þú skilja hann eftir hérna heima með börnin. Tók bara hina konuna með sér. Já, það er þín orð ekki mín. Freyja kemur fram öllin hérna. Vonum að Gunnar sé að horfa að þessi brandar hafi ekki farið til spillis.
Þetta svona pínu látið yfir okkur konum og það eins og sé ekki alveg, ég vonar hafi nú, það ekki tíbund til að vera sattar fyrir þennan leik, sko held ég. Þannig kemur Katla og skallar hann glæsilega gert. Það var leiðilegt samstuð. Hún fer ekki af hálfum hug í boltana. Nei, þetta var... Dagmar kemur hérna á sprettinum, vonandi að mennirnir á börunum séu tilbúnir þess starf. Við erum ekki með varamarkmann, þannig að allir Bergdís færi þá ekki bara í markið. Ég sko, eða Freyja, hann víst að þetta er svona dagur sem Freyja prófar alla stöður. Já. Og Steini er alltaf klár í þetta líka. Já, en það er reglan, það er alltaf yngsti sem á að Yngsti taka markið, allar stöður. já. Okay. Það er þannig, sko. Ég sá hann með Svítur sem Bergdís fyrir leikin var að koma með hátalarna. Já. Þetta er svona, fyndið að sjá þetta, sko. Það eru leikir menn í liðinu og það eru samt, sko, í þessum kjúklingapakka, sko. Líka að bera búninga á töskunum. Já, svoleiðis átti að vera. Ég sá það í Malmö í fyrra, það var Ari Sigurpálsson yngstur. Það var bara öllu hendi í Ara. Okay. Hann var látið draga allt á eftir sér og ég bara yngstur, það er bara svona. Það er nú ekki margt úr þessari svona kallmennsku grínfortíð sem var í fótboltanum. Þetta þykir mér alltaf pínu vænt sko. Já. Yngsti á að taka þetta á sig, sko. Já, það verður einhver uppbótartími hérna í... Já, við erum með þetta í Katar, tíma held ég. Já. 28 mínútur konar á klukkuna og við erum búin að kannski fá 80 mínútur af spiltíma. Já, það er svoleiðis. Nú vona sé ekki eitthvað að klikka hjá okkur útstekunni en ég held að sé allt í standi hjá okkur. Já. Svo erum við væntanlega búin að fá að heyra það eins og sagt er. Sjáum hérna Katla í staðinn á fætur. Dagmar er að gera hérna einhverja teygjur. Þetta var með bakið. Þetta er vonandi ekki mikið. Koma kvörtun hérna frá Svíþjóð. Ég kann ekki við þetta, sko. Nei. Einar Guðnason geti nú bara hypjað sér heim og fara að vinna aftur í Víking í staðinn fyrir að vera standart í Svíþjóð og vera röfla eitthvað. Hann bendur okkur hérna góðfúslega að hljóðið er aðeins á undan, svona bara sjá hvort ekki að laga það. Já. Þá erum við aftur konur inn. Það hefði lagast Einar og hann er kröfuharður maður. Já. Mæntanlega sittur þetta með KFC buffið sitt út í Svíþjóð. Já. Spenntur að horfa. Spurning hvort hann hafi reynt að henda einum hjaltistið á grillið þarna í Svíþjóð. Einar Guðnason er ekki mikill matgæðingur, sko. Nei. Það er svona erfitt, sko. En það sem að hann á ekki erfitt með að hafa gamla fótbolta. Ég er alltaf vænt Einar Guðnason hvað það varðar, en svo er hann alltaf heldur Arsenal sem hefur alltaf litið okkar samband svolítið. Aldrei verið gott þess vegna. Þannig leikur komið aftur í gang. Já. Og leikmaður HK Óskar þarf að koma aftur inn á. Er þetta ekki þessi nýja reglur? Hún verður út af í 30 er það bara í Premiership eða? Ég hef ekki séð þetta hérna, sko. Ég sá þetta komið svona pínu svona eins og í hockeyinu. Það þarf út af einhvern veginn, þá þarf það út af í 30 sekúndur. Það er engin klukka á því og þetta er allt ofurðulegt. Þetta er fótboltinn í dag. Reglan í dag er ekki regla morgun. Nei, það er nú segja ýmislegt dómkynsluna í þeirri deild. Já, við skulum bara, engin dómar, engin leikur og skulum ekki missa skapið okkur hérna. Þó þú haldir með einhver lið sem fær lélega dómkynslu þá. Nú fara áhörndur að taka við sér og við þurfum á því að halda. Já, við þurfum að keyra þetta í gang. 30 mínútur liðnar. Staðan er 1-0 fyrir HK. Það eru í gangi núna, ef við teltum við 9 leikir sem eru í umfjöllun hjá .net. Það er búin að skora í 2 leikjum. Hjá okkur og hjá Gróttu og Fylki. Hinna leikinni byrja klukkan 2. Ég byrja klukkan 2? Já. Það var ekki búin skorin í því strax ennþá. Ég er nefnilega, eins og ég segði, ég er ekki bara myndalegur, ég er líka klár. Þarna er Freyja komin í sinni stellingu. Hún er nefnilega ekki sein, sko. Heldur boltana vel hérna, nú þarf hann að fá svona hjálp. En hún gerir þetta vel. En HK leyr sig vel úr þessu. Þetta er vel þjálfað lið. Kolla kemur með eitt langan hérna. Þetta er nú ekki boltinn sem við erum vön að spila. Góð tækling hérna. Já. Vel gert þarna hjá Láru. Ég er ekki til því að þjálfarateymið væri ekkert eitthvað allt og ána með fyrstu 30 hérna í dag hjá okkur. Ég er alveg sammála. Þetta er ekki nógu gott. Svona einhver bikarþinga eða eitthvað. Já, hún getur mikið verið með hana í 2 mánuði, sko. Hún hlýtur að fara að klárast. Svo hérna bara, jú.
Hann lagði boltinn í gegn en það er svolítið bara eins og, sko, Nadia er svolítið ein. Já, náum ekki alveg að tengja hérna. Nei, við og sóknir er svolítið aftengt og... Já. Það var mikið að reyna þetta. Hérna sýnir heldur betur hversuna ég vil fá hann í landsliðið. Já, frábært. Alveg frábæri sumar. Og hvernig ætlum við að velja leikmann ársins? Hvernig í fjanda? Verður það bara eitthvað svona kjúklingu skorun hausinn á hann að labba á myndir eða skilur eins og í South Park? Við erum ekkert að velja þetta með einhverjum rökum. Nei. Þetta... Alltaf ég þurfi ekki að fara að leggjast yfir tölurnar aftur og... Nei, við verðum bara með bingokúlum með nöfnum á, sko. Þetta er bara eitthvað þannig. Herru, brotið þarna Sigdísi. Dómarinn fann flötuna sína. Það liggur að fara að biðja Sverrir að taka eitt hérna koma svo Víkingur í kerfið því það er svona kannski fólk ekki bjóst kannski ekki við þessu en HK er bara með alvöru lið og það er ekkert gefið þessari deild. Nei. Þetta er frábærlega gert hjá Ernu að hún tekur bara boltan af henni. Hóttum með hann sá hún. En hann er Hulda lesin en hún gerir þetta senda vel. Já, hún er að halda honum inn á en missir hann. Þessi bakverður er búinn að fara í töðunar í allt sumar, hún er frábær. Já, Emma Sól. Rosalega er hún pirrandi en það væri frábært að hafa hann í liðinu okkar sko. Hún væri hérna, hún er bara alveg frábær. Ég er búinn að sjá hana, þetta er þriðji leikurinn sem ég spila í sumar þá og hún er búinn að vera alveg, já, framúrskarandi. Það er 2002. Já, hún spilaði með okkur í Pepsi 2019 sem HK Víkingur. Já, ok. Það er magnað. Já. Sjáum að Bergdís, nei, fyrir ekki Sigdís, nú er ég búinn að smita mig. Ég er búinn að smita, því miður. Það er búinn að skipta. Já, það er búinn að skipta. Freyja hefur... Nei, það var bara tímabundið skipta. Já, ok. Gaman að hafa þetta svona fljótandi. John elskar að láta okkur giska hvað er í gangi. Já. Þarna kemur Nadia. Sigdís með þennan bolta og hot. Við erum búin að fá örugglega 5 eða 6 hotspinnur hérna í fyrri hálfleik. Heldur betur og okkur er berast tíðindir á Svíþjóð að það sé 5 sekundar delay á YouTube hljóður. Við bíðum bara innilega velur þessu. Þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða við Speedio. Við Hulda með boltan fyrir. Já, enginu upp í þennan, Svanhildur. Nei, þarna ekkert markið nógu stórt. Nei, þetta var ekki nógu góð spilna hjá henni. Nei. Það er náttúrulega alveg frábært ef að okkar maður fréttaritari Víkings TV í Svíþjóð myndi staðfesta okkur að það væri lagi með hljóðið núna en hann er meira fyrir það að tuða en að tala. Býtu, þarna er... Bera Brooklyn út núna. Já, ok, þetta er... Þetta er greinilega eitthvað... Við mistum að þessu færi, við erum að horfa hérna á... Það er verið að bera Brooklyn hérna út af og þannig að bara... Til móts og sjúkrabíl gerir það fyrir. Sendum bara henni kæra kveðjur og vonandi eins og þú sagðir áðan jafnar hún sig fljótt. Hér eru við komnar í sókn og núna væri gaman að fá eitt mark beint í grímuna á HK-liðinu. Þetta Sigdísi. Hvað gerir Sigdís? Nei, flækist þetta með þú? Flækist. Jú, missir boltan. Ætlaði aðeins svo mikið þarna. Ætlaði sér of eins og við segjum á fagmálinu. Kolbrún Tinna sem hefur nú valla slegið feilspor í sumar ásamt Ernu en Selma kemur hann út á kantinn og missir hann. Þetta er svona, þetta er voðalega endarsleppt eitthvað, ef ekki verið að hreinskynni bara með það? Jú, bara, þú veist, oft hérna síðasta sendingin verið léleg, ekki hitt boltan. Svolítið svona, æ, heyrðu. Þetta er bara blokkering. Já. Kemur Erna hérna hægra megin. Og með eitt langan, þetta er ekki rangstaða. Nadia komin hérna í gegn, en jú, það er flaggað. Hann fann flaggið. Já. Alltaf hérna hvort það geti verið töfla mín sem er að stríða okkur, en við endur þessum allt bara í hálfleik. Við gerum það. Allt fyrir Svíþjóð. Fréttarittarinn okkar í Svíþjóð. Það er nú gaman að jafna fyrir hálfleik. Já, ég bara var alveg til í það. Við komum á þann stað sem við hefum komist á nokkur sinnum í sumar, Rangstaða. Það sem við bara biðjum að boltinn leki bara einhvern veginn í línuna til þess að klára það.
Við höfum alveg byrjað leikið svona sumar, fyrirleikurinn er Já. oft verið svona kannski lengur í gang og það var okkar svona, ég myndi segja að það sé munurinn á þessu tímabili fyrir að 90. mínútu til 95. hefur verið bara, við höfum verið í standi til að klára það på 10. Já, Fylkir úti, Grótta jafnteflið. Grótta úti, Fjarðabyggð, eða FAL, einmitt 94. Og afturreitingarleikurinn líka, hann reiðist þannig á síðustu mínúturinn líka. Þannig að þetta eru transi mörg stig þarna sem koma, þá er staðan svolítið önnur. Akkurat. Það þarf að klára þessa leiki, það er bara þannig. En í 30 það er búið að skipta Sigdís og Freyju. Sigdís þetta með frábæra sendingu. Selma stinga sér hérna inn, en títt nefnd. Emma Sól bjargar þessu. Kemur. Þetta er... Býtu þetta fekk Birtar höfuðhögg. Hlýtur að vera aukaspyrna. Já. Hann dæmir aukaspyrnu, já. Ég er svolítið hrifinn af þessu Fylkisliði. Það hafa spilað skemmtilega hérna í sumar og greinilega komið mörgum á óvart líka, en það er svona skemmtileg stemning líka í lautinni. Þau eru að reyna að hafa gaman og ég þekki þetta nokkra í meistaraflokksráðinu og það er búið að vera mikið svona skjaldbandalag á milli liðanna í sumar. Þau eru hrifin af þessi við erum að gera og við erum hrifin af þessi þau eru að gera. Já, þau mættu vel hérna á leikinni í Víkinni fyrir rúmri viku síðan, heyrðu. Þessi bolti er ótrúlega glæsileg markaslag hérna hjá Söðrumjöll. Það var Erna með hennar skalla. Já. Vonandi er þetta bara byrjurinn. Hornspyrnan og það er Kolla með hennar skalla en rétt. Það mátti ekki miklu muna. Missi Birta boltanum. Tara mætti með sópinn sinn. Sópar þessu upp. Bítu. Þarna mátti ekki miklu muna. Nadia var komin í gegn. Rángstað. Þetta er sennilega með þeim furðulegri dómum sem ég séð í sumar. Það voru já, ég ætla ekki að kvarta þessu. Það er byrjað að kalla eftir að dómarinn fara á Ölver hérna á stúkunni Háka megin og biðja fólk að hafa heimil á sér. En í Víkinn, þetta var pínu skringilegt, ég fatt ekki alveg hvað þetta gerist þarna. Já. Fimm mínútur hérna. Þetta var rosa pressa. Teflum við á 3 hættir, sko. Tara mætir. Svo Freyja fyrir að staða hérna. Kemur þetta skemmtileg. Þarna fyrir aftan á námistan. Þetta er vasshallinn og mikill. Já, Birta vann hennan og þetta er voðalegt klafs þarna, langur bolti. Þarna hendur þessum bara fram. Þetta er bara ekki hægt að biðja Nadíu þetta, sko. Nei. Hún er ekki, hún sé frábær leikmaður, þá er hún ekki þarna, sko. Þarna þarf að vera með 2 í þessu, svona bolta. Freyja mætir þetta í pressuna, þetta hefur gaman að ná honum. Já. Það gerir Selma frábærlega að vinna boltan. Já. En má ekki Magnum, jú. Það er dæmt á Selmu, jæja. Þetta er agalegt því að dómarinn sá ekki þarna, hann stóð fyrir Töru sem var að bíða eftir boltan. Blokkar eða sendingarlega. Já, þannig að... Engin dómari, þá kemur sending. Já. En nú eru... Engin dómari, engin leikur. Nákvæmlega, nú eru 40 mínútur kom klukkuna. Hvað ætlaði þeir bætti miklu? 9 mínútur með það? Það sé ekki 5 mínútur. Það var nú ekki, nei, heyrðu. Frábær sendingar í horni. Hún er sterk. Gerir þetta vel. En það gerir Svanhildur líka. Er alltaf grjótar, sko. En missi boltan. Já. Heyrðu.
Já. Ekkert markið nú stór. Ná ekki að snúa boltanum hérna á fjær. Þetta, við með þetta. Ég fengi eitthvað höggarn í andlitið. Vonum að það sé ekki alvarlegt. Já, komum svo áfram, nákvæmlega. Ég tek undir þessu orð heilsugar. Nadia komast aðeins með henni í spilið. Já, vel gert hjá Nadíu. Vel gert þarna. Sér hún höfði. Þetta svakaleg tækling, dómari. Viltu spjalda þetta bara undir eins? Svona tæklinga vil ég ekki sjá. Þetta stórhættu. Það getur verið mjög auðvitað að meðast í svona tæklingu. En hann kýs samtalsmeðferðina sem við höfum svo oft síðu sumarindar og fögnum því. Dómararnir búin að vera frábærir í allt sumar í lengjudildinni. Ekki mikla kvarta þar. En ég hefði samt alveg viljað sjá línuna laga þarna. Þetta var bara gult spjald og ekkert annað. Já. Hreinlega heppinn hafa ekki slasað sig hann. Huldan ekki þessum bolta. Já, það er ljóst að þurfum að skoða eitthvað í hálfleik hvernig uppsendingin á sér því það er verið að kvarta bæði í YouTube megin og Facebook megin að hljóðið sé aðeins á undan. Komið bara niður í Vík. Hætti þessu kvartaði. Það er hljóðið alveg spot on. Þetta er Svíþjóð og kvartið því að hljóðið sé undan. Já. Gerum einhverja breytingar í hálfleik. Já, endur þessum allt. Fáum þann grænlenska til að hjálpa okkur með það. Sterk maður. Vá. Bara reif Svaneldi af sér. Það er ekkert gert í gríni, sko. Nei. Fyrsti Pickfordinn. Það ég gerist ekki giskað á það í hálfleik. Á markamínutinu. Bara hann var að leiðast í markinu þarna og... Já. Möllir þessum fram á Nadíu. Þetta er bakgrinn í dómari. Ekkert dæm. Þetta er akkurat svona, sko... Svolítið leiðist að þetta gerist í leikjum. Þarna fer svona eitthvað svona... kannski einhver hiti á stað sem þarf ekki að verða. Já, þetta líst mér á. Nú vantar bara að heyra, heitir hann ekki Trausti. Hann kom með eitt spjaldaðana hérna á súkunni. Já, mikið kapplup hérna. Heyrðu, það er bakgrinding. Nú, jæja, en nú held ég að okkar konur hljóta að fara að hitna eitthvað, sko. Þetta er búið aðeins búið að taka svolítið á þeim í daginn. Heldur betur. Og við viljum að spila í aðeins fastar. Það er kannski ekki alveg mætt til leiks. Ef við ekki gefa þeim fyrirháleik bara sem svona pínu, ekki afskæðan bara pínlindi. Þetta er ekki tekið. Nei, þetta telst ekki með. Jájá, Birta mætir hérna, glæsilega gert. Vilda heldur boltanum gangandi. Birta kemur góð sendingu, en Nadia er alltaf ein þarna uppi. Þetta er svolítið erfitt að biðja þetta, sko. Það eru 5 mínútur í viðbótar tíma. Já, það er 5 mínútur. Staðfestar tölur. Var þetta læknirinn? Nei, þetta var Berglind. Heldur betur. Teimið þarna á börum og... Bítu, Hulda er nú... Já. Ná þessum. Sterk hérna, kemur boltan, nei, missir hann á sér. Svannar honum. Kemur honum að Nadíu, en þarna er... Þær eru bara aðeins grimmari. Það er bara málið viðurkenna það. Lítið Jónsi byrjaði að leita framlengingarsnúri fyrir hárþurrkunni í hálfleik. Já. Er hann með sem sagt írska kló á... Já, hann er með svona breska kló, sko. Og hérna... Það getur verið erfitt að finna framlengingu. Koppi held ég sé að leita hann núna, sko. Er svoleiðis í Grænlandi líka? Já, Grænlandi líka. Heyrðu, býtu, þetta er svaka... Já, ég visti það. Og líka bara, við hættum að biðja spjöld og fórum bara að svara í sömu mynd. Ég var til að sjá bara baráttu í okkur konur og aldrei kveikir þetta í þeim. Kristín fór hérna kannski full harkalega aftan í Nadíu. Já, hún fer bara jafn harkalega og dómarinn leyfir og nú var hann aðeins byrjað að færa línunni tilbaka. Já. Nei, ekki sparka boltanum tilbaka. Sækjum við bara sjálf. Seitis tekur hér aukaspyrnuna. Flott spyrna. Býtu Kolla er þetta bak. Nei. Kolla var hérna opinn og Freyja fekk svo boltan bara fyrir aftan sig. En við fáum hérna einn kast.
Sigdís með langt innkast. Innteg. Nei. Gerir þetta vel að það kemur boltanum fyrir. Jú, og fjærsningin huldamætt. Þarna mátti ekki miklu muna. Frábær sending upp úr nákvæmlega engu. Sigdís svolítið þekkt fyrir þetta. Hún getur gert eitthvað úr bara nákvæmlega. Þarna eru HK stúlkur konur á flug. Halda boltanum með þá. Við náum honum hérna. Nei. Missum að þetta er eins og tennisleikur bara. Svo hérna í tæklingu og vann þennan bolta. Ekki með kolla. Heyrðu, dómari sá ekki þarna er pirringur, þetta finnst mér, þetta er stelpar, hún fekk hérna högg á það, hann var með pirruð. Hann lætur að bitna beint á Selmu, það er ekki best. Frábærlega vel gert hérna hjá Nadju. Það eru nokkur aðra leikmenn ég myndi velja en Selma til að fara í pirrings við sko. Kemur Freyja. Freyja vel gert þarna. Kemur hann fyrir og byttu. Sett hann bara í grímuna á henni. Það er skallaboltan hann framhjá. Þetta er Selma tækifæri til þess að heldur betur svara fyrir sig, þetta dómarann heyra. Það eru cirka 2 mínútur. Rétt rúma 2 eftir að uppbót. Það væri nú ekki leiðilegt að fá jöfnunarmarkið hérna í lokin. Sjá hvað gerist hérna í þessari verkefnu. Byttu við. Fyrirgjöfum býtandi kolla. Byttu og Erna. Nei. Þetta er ekki gott fyrir okkur hérna eldri mennina. Bara hálf hjartekir hérna. Nú fer dómarinn að líta á klukkusuna, það eru bara einhverja 40 sekundur eftir af tímanum. En við liggjum á þeim núna. Það væri gaman að klára þetta með marki, stelpur. Vantaði sáralítið upp á þarna, hafið næðum að nýta okkur þetta. Freyja, djúfell er hún snögg og sterk maður. Kemur hún fyrir og þetta bara áður inni Hulda. Nei, hún næri ekki leggja fyrir sig. Vantar aðstóð, þá kemur Svanhildur vantilega. Kottum með hann fyrir núna, nú er markið, það liggur í loftinu. Freyja keyrði á þetta. Nei, það er hornspyrna. Hún lætur hann bara fara, þetta var mjög vel gert. Og bara, ég læt hann bara fara. Þetta var vantilega okkar síðasta tækifæri í fyrri hálfleik. Við munum gera allt í okkar valdstendur til að laga hljóðið þó að séð 5 sekúndum undan. Við þekkjum ekki alveg skýringuna á því. Nei, kannski förum við bara að tala aðeins, bara díla í okkur. Ég getum díla í okkur, það var ekki vitlaust. Það er lítið klár. Já, og það var spilna fram með mitt og Selma en heyrðu, aftur fara svolítið fast aftan í Telmu, nei, í Nadju. En Hulda nær hann hérna, nei. Þetta er yngvast sem að HK á þetta og dómarinn er fann að líta harkalega á klukkunum sína. Skammar hann eitthvað. Þetta er bara yngvastið. Tekur yngvastið á flötunum dag, ég þekki hann rétt. Nei. Anskutin, hvað er að gerast þetta? Það vantar eitthvað kraft. Já, einhvern kraft. Nadja er svo sterk hérna, nú erum við búin að lesa þessi högg, vill bara fá þau. Kemur hann á töru, Tara missi boltanum miðinni. Já, Sigdís og Erna ná. Nú var bara að fylla box í stelpur. Komið þessu fyrir og setja hann í marki, fyrirháleik. Við viljum sjá 1 mark. Freyja, þarna ég vil sjá Þorskinn. Já, ætlaði að gera aðeins svo mikið þarna, en Erna nær þessu út á Sigdís aftur. Nei, þær eru segar í vörn, þetta er brottdómari. Hann dæmir það. Já, þetta var bara... Við fáum 1 tækifæri. 1 lag enn eins og sagt er. Hér komu 2 hamborgarar fyrir stjörnurnar en vegan hamborgarar er ekki til náttúrulega. Þannig að ég borða bara, ég fæ mér bara gras. Ég sendi hérna kaldar kveðjur á hérna Jakob fyrir þessi innkaup. Grænlensku innkaupastjórinn. Hann hefur klikkað þetta skipti. Það er ekki Hulda sem tekur. Jú, þetta bara hlýtur að vera mark. Já, við viljum fá mark hérna inn með boltan. Það er skallið markið. Það er laus skallið hérna frá Kollu og Sara. Og það er fluttið til hálfleiks. Já, býtum 5 sekundur. Jú, og það er fluttið til hálfleiks. Og hérna, við erum að gera okkur best til að laga þetta og hérna sjáum bara hress eftir það byrjum 15 mínútur. Já. Vonandi getum við fært eitthvað betri leik Víkingstúlkna en HK hafa spilað þetta bara vel. Já. Það eru búin að koma hérna alveg einbeittar og ætla að taka 3 stig með sér heim í Kópavogi. Vonum það gangi ekki, en sjáumst þetta smá. Við minnum áhorfendur á að það er slávarkeppni í hálfleik, 6 boltar á leiðinni í stúkuna, endilega við viðbúinn. Allt í boði Ísbúðar Vesturbæ.
Stjórnandinn sjáði reynið að grípa að hóla að fara heima við tamminginnar og reyningur við stafla. Svo var þessi byrjubolta komið út á völl. Stínas Jakobs, hann stjórnar leiknum. Svona, þá eru kominir 6 keppendur. Nú er allir snúið tímyndir að hitta í slána. Skulum sjá, Björnir Gottland og Nelsum við styrni, Ásturs Áran, Leifrabartar og Vakirist. Þetta er betra, kveikt í markið. Áran eftir þessi Víkingur og Leifrabartar og Vakirist. Afmunað yngur, en líka miklu betra því þetta er í markið. Átjúið leikmaður nummer 9. Þessi getur ekki að skora Thomas Shaw. Sæðar, hann skoraði. Hvað ekki þessi? Mér finnst miklu betra á þetta. Skoraðir. Og þessi með vinstri á beint í markið. Þetta þessi fá að taka þetta frá vítakvöldunum. Það líka í markið. Sackmaður geggjað. Hann hefur kærlega fyrir komuna og takkingu fyrir þáttuguna. Kíkir við bak við stúlkur og sjáum við hvað þetta er sögur og það.
Endilega kíkið bak við stúkuna á Fritabar, það allt opið, ískalt, hvítætt og grilla. Hjartnestir hamburgarar og alls konar treflar og svona. Kíkið bak við það.
Eitthvað sem segir mér að hún komi inn á hérna á 65. Verdís, já, ég bjóst alveg við henni í hálfleikrendar að ég var hreinskilin. Já. Selma hann í barátunni. Kolla vinnur þetta. Á, Nadia sterk hérna, en ætlaðist kannski aðeins svo mikið meira sendingu, en góð hugmynd. Já, Freyja hérna vinnur boltan. Það kemur Sigdís, hún vantar einhvern veginn í bóksið. Þarna missir hún boltan, þetta er stór furður sem hann að gera þetta. Slæmt touch, fyrst getið í sumar sannlega bara. Touch. Það er hérna skilabóð frá Bjarka þetta inn til mín núna að þess að byrja, hann hafði eitthvað ágjörð því að Ég sá bara að þú varst að borða súkkulaði hérna niðri og... Nei, ég bara hendi við pítsu. Það var engin veganborgari fyrir kallinn og það fæði maður bara í pítsuna. Svo að Bóas var að fá sér hambúrgara og þá var ég bara sáttur. Var hann eitthvað að fara að rífa sig úr eða? Hann var tilbúinn í það. Já, ok. Hann er klárið þetta sko. Það er hiti í stúkunni þrátt fyrir að það séu bara 10 steg hiti hérna úti. Sjáum hvað Sigdís gerir hérna langt bært. Nadia nær þessu bolt ekki Freyja heldur. Já. Erna sterk þarna. Setur bara Guðmund út af. Já, vel gert hérna hjá Selmu og Sigdísi og hérna kemur Freyja. Já, hún kemst hérna upp að endamörkum, setur bolta fyrir. Þarna gerði Sara rosalega vel að slá boltan hérna. Það var eiginlega bara óþarflega vel. Já. Við þurfum einhvers konar að fara eitthvað að detta fyrir okkur núna. Fótboltaguðurinn hafi brosað í allt sumar en mega heldur betur ekki hætta í núna. Já, vel gert hjá Freyju og vinnur hornspyrnu. Já, þetta var góð pressa. Þakka Sverri fyrir að hafa kveikt hérna á hítaranum. Já, það var splæst í hérna ramagn fyrir það í dag. Það hefur ekki verið í bóði áður. Nei. Það þegar stjarnan mætir þá það er að passa barkan. Já, nákvæmlega. Svo hvað Birta gerir hérna, hún stillir sér upp.
Þarna sé ég Kolbrúnu Tinnu fyrir mér í anda, skalla þennan inn. Nei, svo ekki. Selma kemur aftur út hérna Birtu. Birtu kemur fyrir. Nadia hérna í honum. Sigdís, að taktu þorskinn maður, anskoti. Ég hann alltaf grimmur, ég vil sjá eitthvað víti hérna í sumar. Já. Já. Birta með skalla þarna. Hann svo laust. Nú varst þú að kafa í gögnin, hvenær fengum við víti síðast? Ég held að bara hafi verið í annar umferð eða? Já, fyrstu annar umferð sko. Það var eða hvort það var bara í í Lengjubikarnum? Í bikarnum sko. Móti nei, ég man ekki, það er svo langt síðan sko. Já, vel gett þarna Sigdís síðan, skallar hennan bolta tilbaka á Höllu. Það kemur Kolla og Erna. Ég spurði hana bara, hana Kolbrúnu. Kolla? Já, hvort það var í lagi. Já, ég fíla það. Ekkert þessi. Að þér þú, sagði hann. Að þér þú? Ef ég hef spurt þá það ekki verið í lagi. Nei. Já, það kemur nú ekki óvart. Það kemur ekki óvart að ég sé settur út í hotn hérna í Víkinni. Nei. Fórnarlamb aðstana alla daga. Þetta, sko, ég held að John verði að taka einhverja smá svona, hvað segir maður, humble pie sneið núna og gera breytingar. Þetta er ekki í ganga. Nei. Svo átti ég samtal með einmitt meistaraflokksráð át á velli fyrir í hálfleik og þá sagði ég að það væri gaman sem Bergdís kom inn á og þá spurði það mér spurningar en ég held að spurði þennan. Hver á að fara út af? Já, akkurat. Þetta er ekki öfundsvert sko, þetta er Sam og John sagði fyrir tímabilið, það er frábært stóran hóp en það er líka tjóðs í sviðsverku. Við ættum eiginlega bara að fá að spila með 12. Já, 12-14. Þannig kemur Sigdís. Stúkan tekur við sér. Hún hlýtur þetta að fara dætt í gangi á okkur. Getum ekki haldið svona áfram. Já, flott tækling hérna hjá Bernum. En HK halda bara áfram að vinna þessa bolta. Það er nú bara með tíma til að hugsa sig og þetta er bara vel spilað. Já, vel gert hjá Sigdísi. Já, ég er sammála látumsparkanum okkar sem sagði slakið aðeins á. Hvort með þér yfirvegun. Ég syns Bergdís var komin á síðustu metrana í upphituninni hvort þið, þannig að 65 er ekki að gera svona. Nei, við viljum taka 55 á þetta. Já. Það er komin, haustlaufin byrjuð að falla. Minnur okkur á að sumarið að vera búið. Tökum við myrkur veturinn. Já. Við þurfum bara að fara í beina svona kannski einu sinni í viku. 2 tíma bara að tala um eitthvað. Já. Það er að halda fólki, já. Það koma fólki gegnum veturinn. Það hefur hjálpað ansi mörgum í sumar. Sverrir segist að aldrei hafa verið betri skapurinn í eldurinn í sumar og bara frábært að heyra. En nú er Eva Stefánsdóttir ekki í liðinu, ekki í hópnum í dag. Er hún ekki lengur? Nei, hún er farin aftur til Vals. Já. Einmitt. Hún er einmitt systirinnar Freyju. Freyju Stefáns. Já. Einmitt. Já, hún spilaði hérna fyrir helming móts með HK. Já, hún spilaði hérna í Lengjubikarnum sem við unnum. Já. Og sá frægileikur. Einmitt. Það er hérna fréttaritari Víkings Hrafnhildur Lilja Harðardóttir var send í myndatöku. Myndasystra nú það gekk ekki. Það var ekki samþykkt. Nei. Ekki þann daginn. Herru, við erum að fá fréttir, Fylkir er búin að jafna. Það er brjótandi tíðindi af Vívaldi vellinu. Betur, það er Tinna Harðardóttir, leikmaður nr. 7 hjá Fylkir. Hvernig er þetta staðan? Nú er ég ekki mjög klár. Það dugar Fylkir. Fylkir þarf jafntefli. Já. Það er ekkert annað. Já, þetta er. Og myndir úr leiknum líka meðan hann er í gangi. Þetta er rosalegt. Þetta, fótbolti.net. Við erum búin að hrósa heimavellinum í allt sumar. Ég ætla að fá að taka smá stund til að hrósa fótbolti.net fyrir alveg frábæra umfjöllun úr lengjudeildinni. Sérstaklega með settipartinu. Það er búin að leiður á og vera bara 3 leikir í umferð í beinni. Búið að vera alveg ótrúleg bara ótrúlega að fylgjast með þeim. Alltaf fjölgast einhvern veginn í þessum hópi fréttaritara. Já, einmitt. Og fjölgar meira segja líka konum sem eru fréttaritarar þar, sem er frábært.
Heldur betur. Það oft megn, ef við segja það bara, tippafélag. Já. Í blaðamannstúkunni. Algjörlega. Og við fögnum því þegar hún mingar. Já. Þetta kemur stórhættuleg sendingin fyrir, en Erna les þetta vel og... Hún tefnur á 2 hættur, en við sleppum á það með skrækinn. Þarna mátti engum muna. Nei, en sýndist Erna vitið plus sökin og tók þarna sprettinn til að bjarga sér. Þannig að boltan niður. En þetta er bara frábær sending og nú er Hulda með, en hún getur hana bara. Þessi bakvörður fyrir tjóðarna, sko. Sagði þetta við í fyrirháleik. Já. City skýlir þessum bara. Þetta er bara út af. Já, þarna hefði Nadia mátt gera betur og hérna hafði þarna smá tíma og hefði getað komið boltanum á Huldu sem var alveg frí hérna fyrir aftan hana. Þetta er svona leikur sem ég ætla bara að segja það vantar Lindulíf, þetta er svona leikur sem hún myndi hjálpa okkur alveg helling. Sem að Berdís klár. Hún klár 55, já, þetta stemmir. En þá var spurningin hver fyrir út af. Ég bara hreinlega treysti mig til þess að giska það. Það spurning, þarna verður Erna hreinlega bara að gefa hornspurning. Þetta er bara eins og það er. Hérna, það er spurning hvort að það sé Birta sem að komi út af. Hún er búin að vera lasin, en ég held að sé skilaboð hérna frá bekknum, það er Hulda sem er að fara út af fyrir Berdís. Hulti komin af stað aftur. HK hérna hægra megin. Þar hleypur engum í gegn. Vel gert, kemur Nadia. Nadia kemst á þennan stað, þá er það gott fyrir okkur, en missir boltan frá sér. Ok, frá vinkast, út fyrir skiptingu, segir John. Það skiptingu strax. Dómarinn hlustar á það. Þá gaman að sjá hvað númer kemur upp á skjáinn. Það er engin annar en Hulda Ösp Ágústsdóttir. Gerir á fyrir að hér verði eitthvað kapall. Birta fyrir til í hægri bak. Sigdu sér að fara vinstri vængin. Berdís á miðjuna. Já, ok, þetta er... Hulda lendir í því leiðilega hluturskip. Hún er ekki búin að leggja neitt í máluna að hún er að fara út af hérna. En hún er búin að spila betur en það. Hún er kallað eftir hennar haus á bekkinn, sko. En hún lendir hérna í það þarf einhver að fara út af því miður. Við bara setjum þetta inn í KSI ráðstefnuna núna í næsta og bara þegar við spilum þá megum við hafa 12 bara stundum. Það eru allir búin að vera góðir og viljum bæta við einum. Já, bara reyna að hafa gaman og ég held að það sé bara eitthvað sem KSI væri til að skoða með okkur. Við erum alltaf með okkar uppáhalds vestfirðing hérna á bekknum, þannig að hafa þessi báru. Við erum vel með leikbreyta þarna í viðbót á bekknum. Emma kannski kemur nú ekki inn og Elisa nú ekki í þakkarskó með það. Jú, ég held að hún spilaði 20 mínútur með öðrum flokki í... Er hún komin tilbaka? Já. Þetta fekk ég ekki vita. Heyrðu, og Fylkir er komin yfir. Heyrðu. 1-2. Skjótt skipast veður í lofti maður. Gróta fer úr alsælu í myrkrið. Og það eru 30 mínútur eftir þar sömuleiðis. Já. Og hinn leikirnir eru konur í gang. FAL 0, Afturhending 1. Nú er aðeins búið að breyta skipulega. Nú eru kantmenn að liggja aðeins framar. Það er bara komin í alvöru 4-3-3 sem er hérna. Já. Akkurat. Það var gaman að sjá Berdís í þessari stöðu þarna sem mótorinn neðst á miðjunni, eða aftast á miðjunni. Hún hefur verið að leika þarna með landsliðinu, 19. Já, ég sá hana á móti Frakklandi og ég get sagt það. Það er bara sennilega hennar besta frammistaði í sumar. Hún var svaka. Þetta mark sem hún skoraði var svona sko, það var svona eins og, sást, ég ætla bara að nota leik Gerrard. Þetta var svona Steven Gerrard dæmi. Það var ekkert að gerast. Og bara allt í því tekur hún leikinn og segir, ég nenni þessu ekki lengur, ég ætla að skora. Ótrúlegt mark. Hún er svona mótor og hana hefur vantað, hún var í banni daginn eða ekki. Býtu, Selma hérna komin í góða stöðu. Já. Finnur hún Nadiu, já. Nadiu heldur sér rángstöðu, nei. Við köllum þetta standard í dómgæslunni. Já, líka ekki vera inn á vellinum. Nei, hann var 12. maðurinn okkar. Já.
Fengum hérna því miður leiðilega sendingur á AD2. Já. Sendur okkur í skammakrókinn fyrir að vera innan varnarlínunnar. Mér finnst þetta nú helviti tæft en Rangstad hefur það verið. Góð pressa hérna hjá Selmu. Þetta er innkast sem að HK á. Hversu mörg í sumar, það væri gaman að vita þessi tölfræði, hversu mörg hafa komið eða færi eftir að Selma vinnu boltana með miðjunni. Já. Markið á móti Selfoss er nú frægt hérna sem hún tekur hann hægri kantinum hérna, færir okkur vinstra megin í myndinni og við skorum sigurmarkið þá. Líka móti FH þegar hún leggur hann upp. En hér eru við ekki á spilum móti FH eða Selfoss, við erum spilum móti HK og bara eins og staðan núna þá á HK hann sigur fullkomlega skilinn. Já. En stöðun eins og hún er akkurat núna. Vel gett hérna hjá Selmu, hendur boltanum. Það er greinilega leikrænt Víkingana vel að það er ekki verið að hleypa neinum svæðum upp hér. Það loka svakalega hérna á Bergdísi, hún fekk strax bara 2 leikmenn í sig sko. Það er svolítið að pakka bara miðunni. Við þurfum að... Við höfum lent í vandræðum með lið sem gera þetta, en afturhaldin gera þetta líka. Gjörsamlega keyrðu yfir okkur þetta í fyrirháleik. Svo settum við bara í hérna eins og í fútbolmennsku, settum við all out attack og gerðum hérna demand more. Já. Og sjáum hvað gerist og það endaði við jafntefli. Ég held að við stutt í það hjá okkur núna bara. Gert hérna hjá City stendur upp úr þessu, kemur hérna ferðina og hvað? Hún er búin að borga skuldina sem við kölluðum eftir hérna í allt sumar, hún sett hann upp í fjærskeitin. Já, það var ágætt mark. Borgaði vel inn á þá skuld. Heyrðu, býttu nú við. Þarna er guldspjald og ég veit nú ekki alveg fyrir hvað það var. Nei. Þetta er alveg fyrir einhvern munnsöfnuð. Gerir ráð fyrir því. Og eitthvað ætlar hann að stoppa leikinn í framhaldinu. Treystum á hérna Inga Snær Karlsson hjá Fótbolta.net að hann sendi okkur einhverjar pillu með þetta. Já, það er bara guldspjald, ekkert meira útskýrt. Nei, það er sennilega fyrir brotið á, eða sem sagt, já, brotið á Sigdísi þarna. Já, áðan. Sem að Emma Sól fær þetta gula spjald. Þú ert ekki vitlaus. Nei. Ég er að horfa þetta aftur sko. Ég fótt með þetta á replayinu. Já, hann leiði leiknum að halda vel áfram þar, dómarinn. Já, það er dæmt. Heyrðu, ekkert svona hér, nei. Nei. Henda sig. Það er þryggjafóta. Nei. Það er hérna... Já. Það er eitthvað aðeins ekki alveg rétt stilt í dag hjá okkur. Það er hendið þarna á kollu en áfram með leikinn sem hér dómarinn. Segir að höndin hafi verið í eðlilegri stöðu. Já. Og sjáum hvað Bergdís gerir hérna núna með Frey hérna út á hægri. Kemur honum ekki í gegn. Til raunin Nadia vinnur boltan. Hún er með miðjuna með sér, leitar át á kantinn. Frey er einu móti einum. Hún elskar þá stöðu. Nú væri gaman að sjá þetta enda með marki. Hann segir áfram, Leyniverðin segir bara áfram, þetta er ekki síðast áður. Hvað gerir Bergdís hérna? Missi bolta frá sér. Birta mætir í fyrirgjöf en þetta er engin víkingur. Já, Bjarki, þetta er nú ekki... Þetta er ekki besta frammistur okkar í sumar. Alls ekki. Nei, heiðarlegt mat. Það er bara allt opið hérna hægra megin. Það minnir margt á þegar Afturelding kom hérna og tók okkur í bólinu eina tapleikin okkar í sumar. Þetta var ekki spennandi að sjá hvernig þær fengur bara að vaða þarna upp í rólegheitunum. Spurning hvort að Jakob hafi nokkuð fundið millistykki fyrir John. Þarna fær Svanhildur eitthvað spark. Þetta er... Þetta var þetta óvart en... Dagmar er lögð af stað. Hljóðið í fínu standi sem spyr með að við nýjast tölur. Heyrum ekki 2 frá Svíþjóð. Það er gott.
Já, Grindavík komið í 2-0 á Augnablik, fram í 1-0 á KR líka. Já, nú erum við... Einu færri. Já. Þetta gerir Freyja frábæla, nýsir á vinstri hliðina. Já, vel gert, Sigdís kemur hérna vinstra megin. Nærnussu, já. Nú væri virkilega gaman stúlkur að koma með eitt mark. Hvernig hljómar það? Úff. Dansaði þarna í kringu vörnina en mátti ekki marknum. Já, Svandur komin inn aftur. Það er engin út. Jú, er þetta ekki Hafdís sem er aðeins að keyra upp uppbytunina? Er þetta Helga? Nei. Þetta er Hafdís, eða ekki? Sýnist það. Það eru ekki óþekkar á velli. Þetta er skemmtileg sending hérna upp á Freyju. Hún er hún fyrir á heldur betur. Dúndur fyrirgjöf stelpur. Þarna þarf einhver að mæta. Þarna finnst mér líklegt. Nú ætlum ég ekki að henda Sigdís undir út. Þarna finnst mér líklegt að Hundas með þeir mætt. Hver? Gæti verið. Og þarna var þetta frábælega gert í Freyju. Já, vel gert. Hún náði að koma boltanum hérna fyrir. Nadia var að nær og náði ekki boltan. Sigdís á fjær. Og reiknaði sennilega ekki með að hann færi alla leið hérna. Þetta er virkilega föst fyrirgjöf úr erfiðri stöðu, sko. Já. Þarna kemur Katla, tekur þátt í leiknum. Já. Frábær sending. Nei, heyrðu, beint út af. Sendir hann beint í varamannskýlið að haka. Þarna er dæmdan aukaspyrnu. Já. Ok. Brotið á Selmu. Sjáum hvernig hann var að nýta okkur þetta. Sigdís. Og þetta er... Pittum við, hvað var þetta? Þetta var Bertís. Þetta var beint af æfingarsvæðinu úr 5. flokki. Já, það ekki. Já, talandi 5. flokk, þá eru hérna 3 lið í 5. flokki Víkings kvenna að spila til úrslita í dag. Já, ok. Í Íslandsmótinu. Vá. Ég er ekki frá því að það sé bara að byrja strax eftir leikin. Já. Þannig hvet Víkingar sem eru ekki með neitt að gera í dag að fara að rífa sig í gang og koma til niður í Víka því að... Herðu, hér eru HK að byggja eitthvað upp. Koma hérna upp vinstra megin. Birta gerir þetta vel. Já. Já, það er rétt um. Það er B-lið, C-lið og D-lið 15 flokks kvenna eiga hérna 3 úrslitaleiki í röð á aðalvellinu. Já, ok. Skemmtilegt. Kannski ætlum við að henda því bara í úrslitningu líka. Já. Leyfa því að lifa. Það byrjar klukkan 4. Byrjar klukkan 4. Klukkutíma til leik. Já. Við bara verðum ennþá að tína konfetti af hérna græsinu. Já. Hér er 24 mínútur eftir af leiktímanum og það bendir ekkert til þessum staðan núna, Bjarki, að við séum að fara að setja mörk í þessum leik. En það er heldur betur mörk uppi á Seltjarnarnesi. Já, Grótta búin að jafna. Grótta var að jafna, þar er allt í boði ennþá. 1 mark í Gróttu upp og þýðir upp deild. En eins og staðan núna þá er Fylkir uppi. Já. Þetta... Já, spá markaleik hérna, já. Hann er sýndur, hvorki meirinn minna. Hann er í beinni hérna á YouTube líka. Það er allt að gerast í lengjudeild kvenna. Og nema það, þeir voru að skora jú og hérna Fylkir er að taka miði núna, þannig að þetta er ekki langt á eftir. Svanhildur kastar hérna inn á Sigdísi en Víkingar missa boltan, vinna svo hérna innkast. Við erum að keyra þetta í gang. Þetta er langt innkast hérna, Bertís var hérna fyrir innan en fekk ekki hérna bolta. HK kemur þessu frá. Ég segi nú Hafdís að hita upp að þeir loka metrunum. Hvaða breytingu gerum við? Við tökum ekki Nati út af. Nei, það er spurning hvort að... Það fari eitthvað 2 frammi í kerfi eða eitthvað. Já, jafnvel... veit ekki, gæti verið hérna... hreinlega fari bara í það að... Þetta var þetta frábælega gert, vel varið hjá Kötlu. Þetta er highlight. Virkilega auðveld leið í gegnum vörnina. Þetta var bara upplýst og allt, sko. Starfsmaður frá Íshafi að beina leiðina. Þetta er ekki
ekki eins og ég vildi sjá þetta í dag. Ég var að vona að við myndum mæta hérna aðeins grimmari og minna saddar, eins og það lítur bara þannig út í dag, til miður. Háká hérna hótspyrnu. Kolla skallar eftir burtu. Nadia, nú vantar eina snögga sókn og við eigum hann inni. Og rúmlega það. Birta kestin inn í kemur frá völlin en þessi fer ekki út af. Nei. Hann gerir það hér. Gerir það hér og nú þurfum við að fara að setja eitthvað sprell í gang. 65 mínútur liðin líka, þannig að það er engin breyting á þessum klassika tíma. Ég er hreinlega að spá í hvort að hann gerir eitthvað eins og að taka miðjumann út af og setja Haldísi Báru inn á. Já, bara fram. Og Nadiu aðeins aftar. Já. Nadia hefur gert þessum tíma sumar að detta niður í hóluna. Já, og það er spurning hvað... Ég get ekki alveg séð fyrir mig að fara bara eitthvað 3 manna varnarkerfi aftast, sko, því að kantmennir í HK hafa ekki beint verið seinni hálfleik eitthvað svakalegir. Einmitt, Svanhildur kannski búinn að vera svolítið óöpinn í þessum leik. Ég hann ekki búinn að spila einhver einustu mínútuleiku í sumar. Einhver leiki sem Sigdís spilaði þetta í bakverðinu. Það var... Hún er búinn að spila mjög marga leiki. Hún er ekki búinn að spila samt alveg. Heyrðu, það er bara þetta 20 mínútulega aðtala sig, þetta er óvanalegt. Guðmundur Brynja, sterk. Ég er sammála áhorfendum hérna. Þetta var nú ekki... Það var ekki alvarlegt brot, en brot var það. Þetta er ótrúlegur endir á þessu leikarni upp í hérna á Nesi maður. Það var allt undir og 20 mínútur eftir. Mikið fjör. Já. Er þetta Rebekka Sif Brynjarsdóttir sem skoraði markið? Já. Þetta er hérna ungstirnið sem við erum búin að tala um allt sumar. Það er aldeilis maður. Hún er fædd 2010 eða ekki? Hún kemur inn á bara 60.50. Ég er ekki frá því hún sem fædd 2010 og lítið þá reyngsti markaskorarinn í sögu sem við dildum. En í 2009 reyndar ég var samt. Hún er þá 13 ára að verða 14 ára á þessu ári. Það er rosalega. Dóttir Brynjars Björns Gunnarssonar var að skora jöfnumark fyrir Gróttu og það var ekki leiðilegt að þetta myndi enda með ykkur fyrir Gróttu því að það er ekki auðvelt að verða góðsögn en 14 ára sko. Já. Frábært að heyra þetta. HK hérna með aukaspyrnu. Eftir þessa skiptingu. Þegar við erum búin að dæsa meira Bjarki heldur en gleðjast þá veitum við að leikurinn er búin að vera erfiður sko. Það er bara komið í kick and run. Það er þessi aðferð. Hún er ekki gengið vel þessi aðferð skal ég segja þér. Já, hún getur virkað en það er meira svona happa-glappa. Við hefum ekki verið mikið í því sumar sko. Nei, við verið meira í stjórnarleikjum og ríða okkur í gang þegar við getum það ekki sko. Það hefur ekki verið þannig í þessum leik og þetta er frábælega gert hjá Sigdísi, hvað er að gerast? Þetta var bara í highlight áður sko. Nú væri gaman að enda þetta á marki, nei! Fjandinn hafið það, þetta átti skilið og mark. Það stoppuð allir bara, það sást þetta? Já. Já, við erum svona svolítið að reyna að íta þessu framar núna. Katla kemur hérna og tekur þátt í leiknum. Ekki verið mikið að gera hjá markvörðum begja liða í dag. Nei. Það er róleg. Já, vel leist hérna. Já, á eftirstu 5. Kolbrúntina með góða sendingu hérna en hún er svolítið löng. Sigdís ætlar ekki að reyna að ná þessu, nei. Þetta var líka heldur bjartsýnt. En núna eru 17 mínútur eftir og ef það þarf eitthvað að fara að gerast þá er það núna. HK ætlar að gera breytingu á sínu liði. Ég sé lýsingunni hérna á fótbolti.net á Grótta Fylkir að það segja séu fleiri fylkismenn í stúkunni. Já, ég heyri það. Það er hérna, enda líka mætti þau hérna frábærlega daginn í Víkina. Já. Ætla að öskra sitt lið upp deild. Þetta munar allt, þetta skiptir öllu máli og stelpunum voru búin að segja þetta í sumar að þetta er búið að vera alveg þvílíkur auka gír fyrir þær að sjá stúkuna með sér í liði. Það er búið að vera bara grátlegt að sjá sumar áhverjum tölur í sumar í bestu deildinni sko. Já, einmitt. Það sem var mér finnst að KFC að skoða. Hérna Sigdís, en þær eru búin að loka á einhverju einustu sendingu og skot Sigdís í dag.
vel gett þarna hjá Bertísi, heldur þessu í gangi. Kemur Svanhildur. Hún kemur boltanum fyrir. Þarna vantaði. Þarna vantaði Selma bara að tæki sénsinn og Eina tvekja fóta. Já. Við höfum ekki séð markalausan leik hjá Víkingsdömum í sumar. Nei. Það væri mjög leiðilegt að fara að byrja á því núna. Það væri svolítið skringileg ákvörðun. Já, hart barist þarna. Býttu við. HK ná þessum bolta. Geysast hérna upp. Hægra megin. Guðmunda með háan bolta fyrir en ekkert mark er nú stórt og allt það. Engin völlur er nú stór heldur. Og HK hendir hérna í aðra skiptingu. Sína þriðju í. Þá er þær búnar með sínar blokkir. Það er Arna Sól sem að er að koma inn á númer 14 og Eyrún númer 17 er út af. Nei, það er Sóley inn og 9 sem fer út. Það er Guðmunda Brynja. Já, hún er búin að vera sterk og hún er markaskorarinn. Á liðsins móta fyrir leikmaður númer 9, Guðmunda Brynja Ólafsdóttir og fyrir leikmaður númer 23, Sóley María Davíðsdóttir. Sóley María er búin að vera í yngri landsliðunum undanfarin ár. Hefur verið að spila sem bakvörður. Kemur hérna á kantinn. Hún þekki vendilega 2006 stelpunar okkar ágætlega. Já, það voru saman í 16 og 17 landsliðunum minni mig. Býtu. Jæja, við missum boltan hérna á mjög leiðilegt stað. Svanhildur er vakandi sem betur fer og bjargar þessu í hot síns mér. En innkast. Það fer í innkast. Ég sé að dóttir Hrannars hefur ákveðið að klæðast Víkingstreyjunni í dag. Hún var böstuð upp í HK, upp í kórundaginn í HK-treyju. Já. Ég setti bara væna athugasemd við þetta og bað stjórnarmann Víking sem að rífa sig í gang og þannig lít kallinu. Hún er alltaf æfir með HK hana kannski. En ánægði með hann, hún heldur með báðum liðum. Hún svolítið smá bóas í henni. Þetta er vel gert í HK. Erna gerir þetta vel, rífur hérna í hana og akkurat nógu mikið til þess að dæma ekki í spyrnu. Ég er náttúrulega að sjá hvað dæmt þarna okkar megin. Tók hérna niður. En reynslan mikið þarna. Kemur Freyja. Gott og hann þurfa að komast á millilínana. Komast í gegnum þessa miðjupakka hjá HK. Koma líka Selmu og Verdi sem meira í boltan. Þessi löngu boltar þetta er góð sending, en þetta er búið að vera ansi erfitt hjá okkur. Það gerir Sigdís móti leiðilegustu bakverði deildarinnar og hún vinnur boltan. Komst ekki fram hjá henni. Nei, hún er búin að vera alveg frábær líka í dag. Hún finnst að fengi smá hakk þarna. Nýtt tækifærið á meðan hún er eitthvað að... Halla kemur hérna á harðaspretti inn í teginn. Það var langt yngast samtælega. Hvað gerist? Þetta á hendi. Nei. Já, Selma setur hann hérna út til hægri þar sem að Freyja er. Þetta er hún vönu lítið tilbaka og sjá Emmu Steinsen koma hlaupandi upp en... Hún kemur ekki. Ekki í dag. Kemur Tara. Gerir þetta vel. Fyrsta. Næ, þessi er ekki nógu góð. Úff. Þetta er leik, þessi skrappi leikir hafa ekki verið að fara vel fyrir okkur og þetta verður ekki meira en skilgreiningin á skrappi sko. En að HK verður berjast fyrir hverjum bolta. Já, heldur betur. Já, nú lípa niður í stúkunni. Kemur Sigdís að ferðinni hérna nær þessu. Nei, þessu ekki. Svo langt og HK keira þá. Það eru brjótandi tíðindi úr Arnesunum. Já, hvað er að gerast? Guðrún Karítas Sigurðardóttir var að skora fyrir Fylki á 84 mínútu og sennilega setja 9 fingur á bestöldisæti fyrir þær. Guðrún Karítas búin að vera alveg frábær með Fylki í sumar. Frábær, hún var skítrættur fyrir leikina út okkur. Já, hún er svakalega góð. Sjáum við fyrstina Bertís. Tara. Þetta á Freyju hérna hægra megin. Birta.
Já, við erum að leysa þetta vel og teygja svolítið á þessu. Svanhildur, Sigdís. Þetta er alltaf svona skiptingar gera menn bara, þetta var þetta mjög metnaðarfull skipting. Já. Þarna smá miskilningur. Vel gert til Birtu, vel gert til Freyju. Og við vinnum innkast. Þetta fá eitthvað út úr þessu. Nú þurfum við bara, það var eitthvað sturlað að gerast núna næstu 3-4 mínúndunum því að annars er þetta bara að sigla í eitthvað svona kjaftaði. Við erum ekkert vanið því að vera að lýsa einhverjum kjaftaði í sunnundunum. Þarna er bara að segja væru kjær missi boltan frá sér. Já, kannski Sýnst Hafdís bara að vera búin að klæða sig úr settinu og bara klár í leikinn. kemur ekkert óvart að kemur hennilega bara inn fyrir Freyju. Já. Freyju er ekki verið að taka margar 90 mínútur leikinn í sumar. Þarna missu upp boltan. Glannan sendi ekki á Köllu. Nú erum við bara að horfa á leikinn svolítið og það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Við ættum viðbröð frá hinum. Vinnum þennan bolta en missum hann aftur. Hvað gerist Birta gerir þetta vel. Vá, ok. Stoppar bara hérna í lofti. Þetta er bara vel. Tara búin að eiga góðan leik í dag. Já, það sýnist að vera Svanhildur. Þarna brjótum við aðeins línuna loksins, fyrst skipti í langa tíma. En þarna erum við að gera 2 hluti í einu, sko. Þarna var bara nægu tími. Já, vel gert Svanhildi. Svanhildur. Lendir á vegg. Það er annað andlitshögg. Já. Kloppi. Verdís. Nei, ekkert á þetta. Já, hérna stelpur. Kolla verst þessu vel. Það er innkast HK og það er skipting og ég held að Svanhildur sé að koma hérna út af. Já, það er rétt með því þær. Svanhildur fyrir út af fyrir Hafdísi Báru. Ég finn svona hluti á mér. Þú ert nefnilega svolítið naskur, sko. Þá Sigdís þetta niður í vinstri bak, eða fyrir við 3 manna varnarlínu. Já, við gætum verið að setja Hafdís verið bara upp á topp sem sýnist mér. Vel verið að, einmitt, Nadia fer það vinstra meginn og Sigdís niður í vinstri bak. Við rættum það myndi við Hafdís í podcastinu okkar góða að hún æfði með strákonum fyrir vestan. Já, það var ekki til kvennalið. Nei, heyrðu. Þarna kemur, en Tara leysir þetta vel. Kemur boltanum frá. En þær fá að halda boltanum aðeins svo mikið, þetta veist mér, og fá nóg pláss. Streinlega ekkert á þetta. Æja, burti með þetta eins og sagt til stúkunni, en þær halda boltanum ennþá og þær skota markið. Þarna mátti engum muna bara þetta væri bara stór hættulegt færi. Erna náði einhvern veginn að setja þarna fótinn fyrir. Selma, Grimm, minnir HK konur á að hér við erum á heimavelli Hamingjunar. Þetta er frábælega að spila samt þarna. Nei, heyrðu. Kolla vinnur boltan að miklu harfylgi. Nú eru það 2. Já. Ekki svona langan. Hafdís er að hoppa eftir þessum. Nei, HK á honum og innkast. Það var ekki niðurstaðan svo að við myndum síst vilja fá Hafdísi bara inn í okkur á hlaupum í liðinu. Það er svona, já, maður mætti velja. Vonandi er hún að setja sitt mark á leikinn þessu 10 mínútunum. Já. Sjá hvað Bergdís getur gert hérna. Við erum alltaf svona örlítið og fljótar á okkur. Það sé gefa okkur tími í þetta. Komið spenna í hópinn greinilega. Kolla fær þetta væntanlega gult spjald. Nei, sleppur við bókina góðu. Staðan er 2-1 hjá Fram og KR. Já, 4-0 í Grindavík og Augnablik. Já, hérna kemur hálfbolti inn í þetta. Ég er bara svo fegin þessi leikur skipti ekki máli þetta. Þetta hefði verið alveg hræðilegt. Svona í ljósi þess að við erum búin að tryggja ykkur upp þá skiptir þessi úrslit ekki öllu máli, en þetta lið er ekki búið að spila svona í allt sumar og það er skringilegt. Fárlegt að horfa upp á þetta að við skipti í allt sumar. Kolla missir hann frá sér en vinnur boltan. Vá, þetta var fullorðins. Það gerir Hafdís og Nadia hérna á eftir þessu. Hafdís lesi þetta fyrir markmanninn. Bítu. Já. Selma skallar þetta hérna út af væntanlega. Nei, jú. Það er alltaf suðupunkti hérna greinilega upp á Nesi. 3-2 en þá.
1-0 í Víkinni fyrir gestunum. Já, og 1 mark dugar Gróttu ekki. Það er verið að sækja 2 mörk eða það er alltaf upp. Alltaf upp um mitt. Bergdís hún komin í góða stöðu hérna. Skjóttu. Og hvað gerir hún? Og ekki með þetta skot. Það er fínt spil. En er þetta seint? Ég veit það ekki, ég von ekki. Kannski gefur þetta okkur einhvern aukinn kraft í síðustu 10 mínúturnar hérna. Já, þú ert svo grimmur að vera 4 mínútur bætt við. Já. Vel gert þarna, en það er vinna bolta nr. 2 eiginlega án undanningar, sko. Já. Eins oft og Jón tala nú bolti nr. 2, þá hefur hann ekki verið að detta okkar megin hérna í þessum leik. Og það er nefnilega skemmtilega við bolta nr. 2, hann dettur oftast ekki okkar megin, sko. Hann þarf nefnilega að sækja hann og í dag það hefur bara verið svolítið... Já, þetta er bara fín vísbending hvernig leikurinn hefur þróast, sko. Það er eitthvað andleysi í hópnum og það verði æfing á morgun. Nei. Gæti verið. Þetta er vel gert til Birtu. Já. Og Bergdís kemur á Freyju. Birta. Þetta er vel leist. Hafdís Bára tekur á mótunum. Missir bolta frá sér reyndar en vinnur hann aftur eða hvað? Nei. Þetta leysa HK ágætlega. Úff, þetta var vel gert. Já. Selma. Það er bein. Missum bolta frá okkur. Missum undir höndunum. Það er... Þetta er kallað með allan daginn. Engan Pickford núna. Nei, engin tími í það. Þessi sendingar er ekki glöð. Já, við lesið þarna hjá Söru. Hvað gerir Bergdís hér? Þetta er frábært, hún er með augu í nakkanum hann sá Selmu. Freyju hérna úti hægra megin. Vel tekið á móti þessu hjá Freyju. Keyrir bara á. Kemur boltanum fyrir. Já! Nei! Þarna vantaði bara... Þarna vantaði herslumuninn upp á. Ég myndi segja þetta verið besta færi leik sem syngur til í áfakonum. Þetta var kannski bara skilabúð það. Þetta er ekki að fara að detta hjá okkur í dag. Ha? Við erum að þrýsta aðeins. Freyja er búinn að gera þetta 3 sinnum í leiknum, nákvæmlega eins. Og það hefur vantað þarna kennitölur inn í teginn. Já, þetta betur. Nú Bergdís. Það er engin varamaður að hita upp. Nei, það er bara búið ákveð þetta liðið sem klára leikinn og kallt er að klara eins og þetta er. Klara vann hann að boltan. Selma með sendingu fyrir. Nadia. Með skot. Já, heyrðu! Þetta var eitt fínt skot til Nadia. Frábært skot, virkilega vel varið. Já, Sara með enn og aftur að verja vel. Þetta er ekki okkar dagur í markaskorunum, það er alveg á hreinu held ég. Bóas er farin að ókýrast þetta neðst niðri. Hann ætlar ekki að rífa sig úr ofan, en hver veit, ég vil bara til að sjá þetta mark, bara til að sjá hvað Bóas gerir, sko. Já. Þarna vinnur kollaboltan að tilbaka, nú verður ein sókn að fara að detta fyrir okkur. Já. Nei, við hendum honum bara í burtu. Afhendum HK boltan, endurgjaldslaust. En Tara vinnur þetta vel hérna af miðjunni, kemur hún á Selmu. Það var gert. Sýttis úti, vinstra megin. Þetta er Hafdís. Þetta er Hafdís. Hafdís kemur hún núna fyrir. Og boltinn endar þarna hjá Freyju sem jafnir! Ég var byrjað að fagna því lík markvarsla. En Sara Mjöll að gera veð hérna í markinu. Þetta náði í augsambandi við 2 stjórn knattspyrnudeildar Víkings og þeir hristu hausinn og sögðu hvað var þetta? Og ég er sammála. Þetta var svakalegt. Já, Sverrir þorir ekki að tala, hann er svo vel upp alinn. Það með að daga eftir af gardínunnar. Hörðu, það er hotbyrna, þetta ekkert var á þessu. Bergdís með hann aftur hérna. Nú liggjum við á þeim. Hún Bergdís með góðan bolta. Eða hvað? Jú, frábær bolti. Fullt af... Nú þurfum við að vera... Fullt af leikmönnum hérna. En ekkert sem kom út úr þessu. Tara eldir hennar bolta og sendir hann tilbaka eða ekki á Kötlu hérna hjá. Mjög hvernig þessi leikur hefur þróast og held ég muni fagna jöfnumarki ef það kemur eins og sigurmarki. Já, Freyja reyndi þarna bara að setja hann fast á nær. Það er langur bolti sem er þetta frábær sending. Nær Freyja þessu. Nadia er inn og spilna. Já, nú er
panta ég eitt mark frá Erna. Það vantar bara hundu í að taka skoti, sko. Eins og á móti afturhendingu, eða ekki? Nei, veitu. Jú, hann skoraði með skotið þar. Það er mitt. Nú, hver að vera síðastur að setja mark sitt á sögubækurnar. Það er enginn á velli núna sem er ekki búinn að skora, þannig að það breytist ekki. Nei. Þannig að við fögnum því bara ef einhver setur boltann í línuna. Það er með góða hotspinnu, en við náum ekki að skalla þetta markið. Hvað gerir Berdís hérna? Kemur hún bara ekki með hann fyrir? Jú, Vinstri. mikið rétt. Hún skoppar hérna til Nadia vinnur boltan. Kemur hún á Sigdísi. Sigdís með fyrirgjöfina. Þetta vantar bara leikmann frá okkur. Þarna er Hafdís Pál! Þetta sjálfur mannur. Sara Mjöll. Enn og aftur að verja. Þarna líkamnaði ég anda Rikka G aftur. Var pínu vestur afsakið þetta áhverjandur. Þetta held ég að myndi syngja í netinu. En sóknin er ekki búinn og Sigdís, hvað gerir hún hér? Frábær hotspinna. Þarna var Hafdís á næstunginni. Hvað var búið að segja? 3 mínútur upp. Það eru 3 mínútur upp á tíma. Bara að telja fljótlega. Núna er heldur betur dugið að drepast tími eins og Alex Ferguson kallar þetta squeaky bum time. Fergie time. Fergie time eða squeaky bum time er uppáhaldið mitt, sko. Þetta missuðu boltan. Leiktíminn er liðinn og 3 mínútur upp á tíma hefjast akkurat núna. Sjöfum að... Tími er að minnstakosti 3 mínútur. Minnstakosti 3 mínútur. Sjáum Bertildi þarna með... Þetta er mér á að vanta meira svona NBA stemmingu í vallaþuluna á Íslandi. Ég ætla að mæta með orgelinu. Já, Þarna er búið að blása til sóknar en við komum boltanum ekki í miðjuna. En Berdís lætur ekki stoppa sig. Hún vinnur 2. Þetta var brotdómari. En jæja, við höldum boltanum. Meðan að Berdís er í lagi þá var hann sama. Sigdís kemur hérna upp vinstra megin. Kottunum með hann á hægri fótinn, þú veist þú elskar hann. Það er hotspinna. Það er hotspinna og það eru 2 mínútur eftir, það er bara. 1,5. Síðan leikurinn var búinn í hann er að vera búinn í hérna á Nesi. Fylkiskonur eru búin að tryggja sér það síðan sem er sett í bestu deildina ári. Já, sko þeim bara til hamingju með það, hérna ekki með hotspinnan. Inn með þetta helvíti! Nei, þessi vill ekki inn. Boltinn er búinn að sækja einhvers konar bara lögbann á markið, sko. Mjög leiðilegt að sjá þetta. Kalla kemur á móti þessu vendilega, nei. Lætur Ernu þetta. Já, lyftir þessum hérna. Engin Víkingur nær þessum bolta og... Þarna voru það 2 mátu einni maður. Jæja, komum við fram öllin stelpur. Notaði markmanninn. Nei. Hvað gerir Kolla hérna? Hún húkar þessu fram. Sigdís, nú þarf ykkur að töfra. Ef eitthvað tíma var tíminn, þá er það núna. Og, nei! Þetta ætlar ekki að ganga hérna hjá okkur í dag. Þetta er þá fyrsti leikurinn sem við í sumar getum sagt með sanni að við getum spilað í 2 daga og við skorum ekki. Það er svolítið þannig held ég. Já, en það er staðfest leiklokið hjá Gróttu og Fylki og Fylkir vann 2-3 og eru þar með á leiðinni upp í bestu deild ásamt Víking. Ásamt Víking, við fögnum því og til hamingju með það Árbæingar. Hér er sungið 3-faldir meistarar, það er viðeigandi, enda erum við hér að tapa 1-0 en við gleymum því ekki, við erum 3-faldir meistarar í ár. Látum ekki ein úrslit skemma daginn fyrir okkur. Leikurinn heldur ekki alveg búinn. Uppbótartíminn er búinn hins vegar. Það er ekki mikið eftir. Það er eitthvað smá eftir hérna, nú væri gaman að fá í jöfnunarmarkið. Já. Það væri svo gaman. Það er ekki þarna. Sýnist. Dómarinn flauta hér leikinn af, já, þetta er búið. Hann flautar af Háka fagna. Að fagna hérna þessum sigri, en ég er meistari. Það er bara það þekki ég
Þarna þekki ég að nú ætlum við að fara að færa sviðið, við ætlum að halda úrslitin áfram, við fylgjumst bara með og sömuleiðis segi ég hér til hamingju Víkingar, takk fyrir okkur í dag. Sjáumst á næsta ári, bestu deildinni, takk fyrir okkur. Smá rót, við erum að færa sviðið aðeins nær vellinum, svo byggarafhending frá Anders.
við þriðvartirmeistarar, Lengjubikarmeistarar, bikarmeistarar og Íslandsmeistarar í Lengjudeild kvenna 2023. Bikarmeistarar 2023, bikarmeistarar 2023, Íslandsmeistarar í Lengjubikarnir 2023, Víkingur!
Andersson